þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 13. nóvember 2019 og segi fund settan. Að þessu sinni eru 13 mál á dagskrá, þær frá bæjarráði, 5 frá nefndum, fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, íþrótta- og tómstundunefnd, menningar- og nýsköpunarnefnd og skipulagsnefnd og lokum 6 fundagerðir til kynningar. Það er óskað eftir mál á dagskrá, það fellur undir almenn erindi, kosning í nefndir og ráð. Það hefur verið beðið það að hálfu M-lista og ég göngu til atkvæði það hvort að það verði samþykkt að taka það á dagskrána. Það skjöru svo rétt og penn sem eru samþykkt í því, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Það færist hér aftur fyrir og verður þá mál nr. 8. Við byrjum þá á fundagerð bæjarráðs Mosfellsbæjar. Fyrri fundurinn sem við ræðum hér í dag, það var fundur haldinn 31. október síðastliðinn og ég gef orðið laust. Þarna voru 9 mál á dagskrá. Kveður sér Engil hljóðs. Þessa hljóðs. Það er Stefán Ómar Jónsson. Beðum orðið, hversu er Stefán Ómar? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 1.4 sem er yfirfærsla Hafraðarsvegar og ég sé hérna að það er bókað að sem sagt að taka ekki við sem sagt Hafraðarsveginu fyrir að fyrirliggjandi forsendur fyrir nýr Hafraðarsvegur hefur verið leiðréttur. Svo sá ég þetta aftur í minni mig í fundagerð SSH þetta, þannig að kannski bara rétt svona fyrir forvitni sakir ef bæjarstjóri getur svona sagt okkur örstutt frá því bara út á hvað þetta gengur og hvaða kafli þetta er. Já, spurningu til þín, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, bókurinn er reynda þannig að Bæjar- og Hafnarþing 3 ákvæðum að taka við Hafraðarsvegi sem vinna sviðið Reykjavíkur/Kóngsvegi frá Vegagerðinni með fyrirliggjandi forsendur fyrir að nýr Hafraðarsvegur hefur verið lagður, ekki leiðréttur. Þessi vegkafli sem ræðir er sem sagt vegkaflinn sem við köllum Kóngsveg, stundum Reykjaveg, frá Vesturlandsvegi og að gatnamótum þar sem að beygjan er upp að Hafraðarsvegi, eða upp að Hafravatni. Vegurinn sem er hér innan byggðar, samkvæmt aðalskipulagi bæjarins á að koma nýr vegur fyrir ofan Sólvandaland, fyrir ofan byggðina sem aðalskipulagi er þar, sem á að taka við þeim vegi sem er í dag í gegnum Reykjavík og við köllum Kóngsveg. Og það var það sem bæjarráð var að árétta að teljum okkur ekki að taka við þeim vegi fyrir að búa að leggja þann veg. Þar sem að þetta er þjóðvegur og þéttbýli, vegur sem tengir saman dreifbýli og þéttbýli og saman 3 sveitarfélög, Mosfellsbæ, Reykjavík og Kópavog. Og sá samningur sem að Reykjavík bauð var það að afhenda okkur hennar veg og með 20 milljón króna meðgjöf sem dugunum einu sinni fyrir yfirlögn á þeim vegi sem að nema svona kannski 1/3 á þessum vegkafla og er nú slitlagið ekki beysið. Þannig að bæjarinn fannst ástæða til þess að koma þessari skoðun sín á framfæri. En það var líka nefnt á bæjarráði eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar kom hér hér áðan. Þetta hefur líka verið á dagskrá, það var dagskrá hjá stjórn SSH og síðasta fundi stjórnarinnar í síðustu viku og þar var samþykkt að ástæðan fyrir því fyrirgefið að það var verið að ræða þar að það eru vegagerðin að senda sveitarfélögin hjá höfuðborgarsvæðinu samskonar erindi hinn á þessa vegi sem að vill gefa hérna gæsalappa sveitarfélögunum á grundvelli laga skilavegi og SSH og fannst ástæða til þess að
að fara yfir þetta gaumgæfilega með Vegagerðinni og skipaði þar að leiðandi viðræðuhóp við Vegagerðina til þess að ræða þessa hluti við hana og ég held að það sé nú bara gott og til að styðja við þetta mál því að mér heyrðist að öll sveitarfélög væru svona sama sinnis að þeir voru að fá bréf frá Vegagerðinni innan gæðsalapa gjafir á vegum en það var nú ekki mikið sem fylgdi þeim gjöfum, svona mikið heimamöndur sem fylgdi þeim gjöfum á neinu gagni, ég má orða það þannig. Já, einhver fyrir sig vilja ræða 4. mál, yfirfærsla Hafravatnsvegar. Svo ekki það að lokið það mál. Einhver sem vil ræða eitthvað annað mál í þessari fundargerð. Já, Valdimar Birgisson, gjör svo vel, Valdimar. Kemur upp undir máli nr. 2, umsókn vegna leyfis til nýtingu lóðundar og tungum þeirra. Það fyrir að ræða að fyrirtæki Vaka er að reyna að fá að skipuleggja svæði þarna, landi þeirra eigu sem er fyrir utan aðalskipulag og er svæði sem er skilgreint sem óbyggt svæði. Í niðurstöðu fundar bæjarráðs þá segir að með leyfi forseta samþykkt með 3 atkvæðum að fela lögmenni Mosbæjar og framkvæmdastjóra umhverfissviðs að kanna grundvöll fyrir samkomulagi við erindritara og skila bæjarráði umsögn þar allt er góð það. Mig langar aðeins að fá upplýsingar nánari upplýsingar frá ráðningu bæjarstjóra eða formanni skipulagsnefndar. Hvort það stendur til að semja við þá breytingu á aðalskipulagi, hvort að það sé eitthvað sem komið til greina í þessu tilfelli. Hvort að það standi þá til að semja við þá og breyta þá aðalskipulagi þessu svæði sem er merkt óbyggt og breyta því í skipulagt svæði. Takk. Já, Haraldur, gjör svo vel. Þetta mál er nú í vinnslu, það sem þetta var sett til lögmanns Mosfellsbæjar og framkvæmdastjóra umhverfisins til þess að eins og segir kanna grundvöll fyrir samkomulagi við bréfritara og skila bæjarráði umsókn, þannig að það er sú umsókn mun væntanlega berast bæjarráði innan tíðar en ég get þó svara því strax að þú semur ekki við að það semur enginn við neitt það að breyta einhverju skipulagi, hvort sem það er aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Það bara þannig gengur það ekki fyrir sig. Vegna þess að það er ekki samningsatriði, heldur ef það á að breyta skipulagi þá þarf að það fara í sinn lögbundna feril og reyndar er nú þannig að skipulagsnefnd hefur vísað erindi breytingu á skipulagi á þessu svæði til endurskoðunar aðalskipulags, þannig það er líki ferli. En þetta erindi gengur fyrst og fremst út á það að fá að nýta þarna sem er nú samkvæmt skipulagi, aðalskipulagi reit til að byggja höfuðstöð þessa fyrirtækis og svo tímabundið að fá leyfi til að nýta land sem er þar við hliðina og að skilgreint sem óbyggt svæði til geymslu. Það er svo sem annað fordæmi þar, að Ístak hefur fengið þar samning slíkt, þannig að það hefur verið vísað til þess og á þeim grundvelli var þessu vísað til lögmanns og framkvæmdastjóra umhverfisins til skoðunar og svo umsókn mun þá berast bæjarráði þegar hún tilbúin. Orðurlaust annað mál, Stefán Ómar, gjör svo vel. Heitir umsókn vegna leyfis til nýtingar lóðar ofan Tungumelar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins í sambandi við þetta mál hjó ég rétt eftir því að bæjarstjóri sagði að það væri hægt að semja eitthvað bygging á höfuðstofan því að skýtur skokku við í mínum huga vegna þess að það er nýbúið að breyta eða samþykkja deiliskipulag fyrir höfuðstofarnar, þannig að ég held að þurfa ekkert að semja það. Ef þeir vilja byggja þarna á þessari lóð sem búið að skipuleggja þá leggja þeir inn teikningar og
ef þær eru í samræmi við gildandi deiliskipulag þá væntanlega afgreiðir byggingafulltrúi það bara. Þannig að ég held ég hafi hoggið eftir þessu svona, en ef ég hef heyrt þetta eitthvað vitlaust þá bið ég afsökunar á því. Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ef ég hef sagt semja höfuðstöðvar þá hef ég örugglega mismælt mig. Vegna þess að ég nefndi það sérstaklega að það væri á skipulagi land sem að vaka ætti og fyrir þýðust byggja höfuðstöðvar og sem gera það nákvæmlega eins og þú nefnir á þeim grundvelli sem að skipulagi heimilar. Fleiri sem vilja ræða annað mál. Þú veist ekki vera en eitthvað annað mál þessari fundagerð. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er 9. mál á dagskrá þessum bæjarráðsfundi, uppbygging af Hlíðarvelli, markmið kaupa neðri hæðina af félagsskap golfklúbbsmanna. Aðeins bara fyrir ekki benda á þetta mál dagskrá líka á bæjarráð á morgun, þetta fyrramálið. Já, ég er bara með stutta fyrir. Já, en það er Ég var að velta bara fyrir mig tæknilegu atriði varðandi málið. Það er það að þegar ég kaupi neðri hæð verður gerður eignaskiptasamningur og með sér fastanúmeri á þeirri eign eða hvernig verður tæknilega kaupum háttað varðandi þetta. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, forseti svarið er stutt að já. Það liggur fyrir að ef að þessu verður þá verður þessum stegnir skipt upp á tvennt, 2 fasteignanúmer og Landsbankinn sem er veðhafi í hússtýri mun aflétta veðum af þeim hluta eignarinnar. Þannig ef þessum kaupum verður þá mun bærinn kaupandi veðbandalausa. Fleiri sem vilja ræða þetta mál, þetta var 9. mál. Það verðist ekki vera. Eru bæjarfulltrúar tilbúnir að greiða atkvæði þessu fundagerð? Nei. Það er orðið laust með þá. Það var næstu búið að greiða atkvæði á það. Orðið laust. Valdimar, þú ber orðið, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, ég kem upp undir máli númer 3, Dalland, krafa leiðréttingu á landnotkun. Þarna er bæjarráð hafnar því að fá leyfa eigendum þessa lands að byggja íbúðarhús og hesthús á þeim forsendum að þetta er ekki þetta er óbyggt svæði og þau hafa haldið því fram að þetta sé lögbýli og enda er þetta land með lögbýlis númer og bærinn er í deilum við þá það. Mér langaði að spyrja að því að áðan voru að fjalla hérna mál sem að fjalla vöku að breyta aðalskipulagi þar fyrir bílakirkjugarð fyrir vöku og hér eru að tala einstaklingar sem vilja byggja íbúðarhús og hesthús. Við haldum uppi vörnum á þeirri forsendu að þarna sé óbyggt svæði og mér langaði að spyrja hvernig þetta mál er statt núna og af hverju við erum að halda uppi svona stífum vörnum þarna gagnvart þessu. Ásgeir Sveinsson, viðmælið, 3. mál dagskrá. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli sem er mál númer 3, Dalland. Þetta mál hefur komið fyrir skipulagsnefnd og bæjarráð og þess má geta að það hefur fengið nákvæmlega sömu meðferð og erindi vökumanna því var vísað til endurskoðunar aðskipulags og þar er það en landeigendur hafa ítrekað sent inn erindi um leiðréttingar á meðal annars eldri skipulögum sem eru bara einfaldlega í vinnslu hjá meðal annars lögmanni Mosfellsbæjar og þeim hefur verið svarað en það kemur bara alltaf nýtt erindi en það er ekki munur á þessu. Þetta mál þeirra fékk sem meðferð og önnur það er, ég var vísað til endurskoðunar aðskipulags og þar það verið tekið fyrir þegar að
aðalskipulag Mosfellsbæjar verður tekið til endurskoðunar og sú vinna það bil að fara í gang. Einhver sem þetta ræða þriðja mál. Svo virðist ekki vera, en orðið er laust ennþá. Fundargerð bæjarráðs númer 1419, 31. október. Það býður enginn orðið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu bæjarfulltrúar. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru beðnir rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er bæjarráðsfundargerð hinn síðari, viku síðar, 7. nóvember. Bæjarráð númer 1420. Þar voru nú færri mál á dagskrá, 6 mál. Ég gef orðið laust þar. Stefán Ómar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir 7. máli sem heitir Súluhöfði úthlutun 15 lóða. Og bara til þess að segja það, ég hef fylgdist náttúrulega með þessu frá byrjun, frá því að úthlutunarskilmálarnir voru lagðir hérna fram og síðan aftur sem sagt hvernig framkvæmdin fór fram, rafrænt og svolítið flott gert og ég vildi bara lýsa ánægju minni með framkvæmdina og þakka þeim embættismönnum og starfsmönnum sem komu að þeirri framkvæmd. Ég held hún að veri algjörlega bara gegnsæ og flott og til fyrirmyndar. Orðið laust 7. mál. Súluhöfði úthlutun 15 lóða heitir það. Umræðan lokið það, en orðið þá laust þessa fundargerð, 7. nóvember. Sveinn Óskar Fjögursson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að fjalla aðeins úthlutun á Desjamýri. 15 mál. Það er bara fyrirspurn stöðu þessara lóða yfir annað á svæðinu. Það er mjög djúpt niður og fast þarna og ég ætla að athuga hvort að það verður gerð á greining sem fylgir með úthlutunarskilmálum varðandi þá þætti. Það sé hvernig lóðarnar eru í raun og veru tilbúnar til graftarar og hvort að viðkomandi einstaklingar þurfi bara sjálfir að skoða svæðið og meta það. Og það er mjög djúpt að fast þarna, mikið vaskelgur þarna og annað slíkt. Og ég ætla bara að spyrja hvort að þetta væri einhver gögn sem þetta sem getur fylgt þessu máli til þess að lýsa betur aðstæðum fyrir bjóðendur. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Ég vil að svara þessu. Fyrst vil ég segja að það er ekkert mjög djúpt niður að fasta þarna. Það er skoðun á því áður en að farið bara ráðast var í að deiliskipulagerð. Það er djúpt niður að fasta á lóðinni á 2 lóðum sem eru þarna við hliðina. En landið háttar þaðan til að það kemur síðan klöpp þar sem að þessar lóðir eru. Þannig að það eru bara sömu aðstæður á þessu lóðum að megninu til eins og á flestum af þeim lóðum sem var úthlutaði fyrir áfanganum í desember. Þannig að þær upplýsingar liggja hér fyrir á umhverfissviði og öllum klást að nálgast þær sem að vilja. Stefán Ómar, svo vel, 15 mál. Desember úthlutun lóða heitir það. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kem hérna upp undir þessu sama máli, Desjamýrina. Hérna í annarri málsgrein í minnisblaði sem fylgir þessu stendur, með leyfi forseta. Þó nokkur eftirspurn hefur verið eftir lóðum við Desjamýri. Þá hefur lóð númer 14 þegar verið ráðstafað í tengslu við uppgjör Nýhús e.h.f. Ef bæjarstjóri getur upplýst í hverju þetta uppgjör var fólgið og hvernig það tilkomið. Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Þessu kjörtímabili. Þetta er tilkomið vegna þess að bæjarráð samþykkti það hér
Ég man ekki hvort það voru á þessu kjörtímabili eða síðasta. Annarkvort í lok síðasta eða upphafi þessa. Að gefa vilyrði fyrir einni lóð á þessu svæði til nýhúsa sem voru að byggja blokk og byggðu blokk í Helgafellshverfi og þar voru áhöld staðsetningu og færslu þeirrar blokkar eða þess fjölbýlishús vegna aðstæðna á þeim stað og bæjarráð ákvað að til þess að leysa það mál að það yrði gefið út vilyrði til þessara aðila eina lóð í Dersemirri gegn greiðslu gatnagerðargjalda. Það er að segja að greiða þá einhvers staðar rétt rúmlega 34.000 krónur per fermeter á þann fermeter sem þar má byggja. Það var gengið frá því í bæjarráði og bæjarstjórn þessu samkomulagi. Það síðan verið gengið að þessum aðilum, athuga hvort að þeir vilji standa við það eða fá þessa lóð og svo er. Þannig að þá verður náttúrulega sjálfsög staðið við það og þannig er það til komið. Fimmta mál í þessu fundargerð, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, svarið kom ekki svo sem mikið á óvart, en ég ætla aðeins hérna varpa ljósi á það að þessi samningur, hann er gerður við þetta fyrirtæki á sama tíma og íbúar við Ástursólilugötu hafa þurft að fara allt aðra leið. Þeir hafa þurft að sækja með harðri hendi það tjón eða hugsanlegt tjón sem þeir telja sig hafa orðið fyrir og setja það í matsferli og svo framvegis, meðan að greinilega var allt annað upp á teningnum gagnvart þessu fyrirtæki. Því var greiddar einhverjar milljónir við held ég, þá leiðrétta menn það og sýna mér einhverja pappíra annað. Ég las það einhvers staðar að þeir hefðu fengið greiðslur og síðan þetta, þannig að þeir eru að fá þá væntanlega samkvæmt þessu ígildi stórra bóta meðan að íbúarnir sjálfir, fyrirtæki sem sagt fær svona einhvers konar forskot, finnst mér, meðan að íbúarnir þurfa að standa í ströngu við að ná sínu fram. Já, sko, þetta er fundarhlé. Já, það er óskandi fundarhlé og við gerum fundarhlé. Já, sko, þetta er því að Hef ég þá funda 9 og við ræðum ennþá fundargerð bæjarráðs frá 7. nóvember og ræðum 15 mál þar, Dersemýri úthlutun lóða, einhver sem vil ræða það frekar. Haraldur hefur verið orðið, gjörðu svo vel. Já, þetta er bara afstutt. Við fórum að segja þetta hér í fundarhlé, málið var aðeins útskipt. Ég tel að málið sé í eðlilegum farvegi og það har ekki verið farin neitt manngreiningar álit af því hvort bara ræða lögaðilega eða einstaklinga í þessu máli. Og það sé í eðlilegu úrlausnarferli. Einhvern sem ræða Dersemýrina frekar? Svo er ekki, þá er umræðan lokið það mál, nr. 5. Orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Bæjarráð, nr. 1420 og 7. nóvember. Og það kveður sig engin frekar hljós og þá göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér í bennu rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við í einstakar nefndir. Þær eru 5 eins og ég rakti hérna upphafi fundargerðir frá nefndum. Byrjum á fjölskyldunefnd. Mosfellsbæjar, hún hélt fund 15. nóvember
á fundi nr. 287, Anna Sýri Guðnadóttir, hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kemur upp máli nr. 1, ársskýrsla fjarskiptasviðs. Mig langar til þess að forðast það hjá formanni fjölskyldunefndar hverju það sætir að það er fyrst núna að koma fyrir nefndina drög að ársskýrslu frá árið 2018 og árinu 2019 er að ljúka. Eins og ég man hvernig þessi ferli verið þá höfum við verið að fá inn á hálfsárs fresti minni með skýrslur með helstu tölum frá sviðinu. Því er ekki heils á þessu ári, þannig að mér langar til þess að forðast það hjá formanninum hverju þetta sætir. Er þetta mannekla á sviðinu? Hvað er það sem veldur því að það er engin drög fyrir árið í fyrra sem liggja fyrir núna? Og svo sé ég ekki betur en að það sé ekki sams konar uppsetning, þannig að það er erfiðar vik að bera saman milli ára og hvort að það sé ykkur yfirveguð ákvörðun sem tekin var að breyta framsetningunni. Já, hún kan bara fá svör frá formann nefndarinnar þessi atriði. Já, það er beint spurningu til Rúnars Braga. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, fulltrúar. Varðandi uppsetningu, þetta er að sjálfsögðu gert af starfsmönnum sviðsins. Ég geti mér ekki svarað til uppsetningu skýrslunnar, enda er þetta unnið af starfsmönnum sviðsins og framkvæmdastjóra sviðsins sem ber ábyrgð á því. Af hverju hún er að koma svona seint er líka góð spurning því að ég get alveg verið sammála því að hún er að koma svolítið seint. Það hefur ekki verið kannski út af manneklu, það hefur verið veikindi og mannbreytingar á sviðinu og það er kannski ekki það ég er ekki með nákvæma ástöðu fyrir því af hverju hún kemur svona seint, en ég hef rætt það við framkvæmdastjóra sviðsins að við þurfum að fá hana fyrr og við vorum sammála því eftir lok þessa fundar að hún þyrfti að koma fyrr. En ég er ekki með nákvæma skýringu á því af hverju hún kemur svona seint og hvað var til þess að starfsmenn sviðsins gátu ekki klárað hana fyrr. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, þakka formanninum fyrir þessi svör og vil bara ítreka náttúrulega í fyrsta lagi að það er náttúrulega geysilega mikilvægt fyrir okkur að fá þessar upplýsingar með reglubundnum hætti og ekki sjaldnar en tvisvar á ári því að þetta er stór og mjög viðkvæmur málaflokkur sem þarna er að tefla. Þannig að það þarf að gera allt til þess að það sé kleift fyrir þá sem þessu eiga sinna að gera það og svo myndi ég bara vilja skjóta því að formanni nefndarinnar, mér finnst eins og þetta sé einhverja breytingar ég er ekki að tala um þá grafíska hönnun, heldur framsetningu tölulegar upplýsinga, að bara svona skjóta því að formanninum að kannski að skoða það, þess að það er líka mjög mikilvægt fyrir okkur að við getum alltaf borið saman sömu hlutina ár frá ári. En nú ætla ég ekki að sverja fyrir það sé alveg rétt hjá mér, en ég finnst eins og það sé aðeins öðruvísi framsett. Jú, ég finnst það. Fyrsta mál, einhver sem vil ræða það. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar. Varðandi það að gefa þessa skýrslu út tvisvar sinnum. Af hverju gefa hann ekki bara út einu sinni og gefa það fyrr? Þetta eru tölulegar upplýsingar sem að liggja fyrir og ég hef rætt það við framkvæmdastjóra sviðsins hvort að við getum í raun og veru fengið heilsársskýrsluna fyrir eins og til dæmis næst fyrir 2019 hvort við getum bara hreinlega fengið hann alla og fengið hann mun fyrr. Það væri náttúrulega bara miklu betra heldur en að vera að fá 2 6 mánaða skýrslur eða 1 6 mánaða og svo inn ársskýrslu. Ef við getum verið að fá jafnvel ársskýrsluna á sama tíma og hálfsársskýrsluna þá var það bara frábært en ég mun reyna að vinna í því. Einhver sem vil ræða þetta mál, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Ársskýrsla fjölskyldusviðs 2018 heitir þessi liður. Já, takk forseti. Við erum komið upp undir þessu sammáli undir ársskýrslu fjölskyldunefndar, fjölskyldusviðsins.
get tekið undir það að hún er að berast of seint eða svolítið seint núna með við árið að ljúka og formaður nefndarinnar búin að útskýra það af hverju það stafar og einhverjar útskýringar af því. En við höfum nú hingað til fengið ársfjórðungslega eða allavega á 4 mánaða fresti höfum við fengið tölur upplýsingar frá sviðinu. Þannig að þá hafa komið tölur sem við höfum getað rýnt í. En það sem að mig kannski langar frekar að ræða innihald skýrslunnar, frekar en hversu seint hún er að berast, af því það er þarna, ég finnst það nú svona vera mikilvægt að við rýnum onni í þessa skýrslu og skoðum hvað þar er að frétta. Og það er náttúrulega það sem að ég svona rak augun í og eftir samtal mitt við framkvæmdastjóra fjölskyldusviðsins að þá náttúrulega sjáum við að það er að tilkynningum í barnaverndinni er að fjölga í stækkandi bæ. Það er kannski bara eðlilegt að hér fjölgi tilkynningum og þetta er náttúrulega bara það sem að gerist þegar fólkinu fjölgar. Og eins og áður þá er náttúrulega flestar tilkynningar frá lögreglu, frá grunnskólanum og frá heilsugæslunni. Það er nýtt það hefur verið svona, þetta að segja frá heilsugæslunni er mjög gott, en og aftur sitja leikskólarnir eftir og árið 2018 berst einungis ein tilkynning frá leikskólanum. En ég veit það að leikskóla starfsfólk hefur fengið góða fræðslu og upplýsingar það sem varðar svona augljósmerki vanrækslu á barni. Þarna eru drengir eins og áður, tilkynntir oftar en stúlkur og það er náttúrulega áhættuþættirnir, það er áhættu hegðun, vanræksla og ofbeldi. Ég man eftir því þegar ég var formaður þessar nefndar að þá kom það 1 ári fyrir að stúlkur voru ofar í þessu. Þarna erum við líka með, þarna voru 82 barnaverndarmál, þar af 57 ný mál sem er sýnir það að það er verið að mál eru könnuð og lokað eftir því sem við á eða þá það farið í frekari könnun, það farið 48 mál áfram en 36 í meðferð. Þetta er svona talning það hvernig málið er, það er kannað málið og svo kannski bara ástæði til að loka því eða ástæði til að fara dýpra í málið og kanna það. Enn og aftur hún að sanna sig þessi sameiginlega bakvakt sem var samið hér árið 2016 eða 15 eða 16 Seltjarnarnesbæjar og Mosfellsbæjar sem er mjög mikilvægt að hafa þessa bakvakt. Já, svo varðandi fjárhagsaðstoðina og þá er það sem er líka breytast að það eru ekki einstæðir foreldrar lengur efstir á blaði, heldur einstæðir karlar, einstæðir ungir menn og mér finnst það vera mikil svona, mikið áhyggjuefni. Ungir einstæðir karlar, oft að bíða eftir örorku, jafnvel að koma úr afplánun, þurfa mikla fjárhagsaðstoð, eru með læknisvottorð að þetta er svona, mér svona segir hugur, er þetta ungir menn sem eiga við einhvers konar geðræn vandamál að stríða, þurfa frekar aðstoð, er þeim að fjölga, mér finnst þetta vera svona áhyggjuefni. Og þannig að mér finnst allavega sjálfur mjög áhugavert að rýna á þessa skýrslu og sjá svona hvernig okkar íbúum líður og hvernig við getum komið til móts og ég held að bærinn sé að gera það mjög vel og eins og kemur fram þarna varðandi þjónustu við fatlað fólk, þjónustu við eldri borgara eða þar að segja félagslega heimaþjónustan og þannig ég held að þrátt fyrir stækkandi bæ að þá hafi okkur tekist að og starfsfólkinu sviðsins og þeim sem að þessum málaflokki koma tekist að sinna þeim verkefnum vel sem við fáum hér upp í hendur. Þannig að það er bara þetta sem ég vildi vekja athygli á, forseti. Fyrsta mál, orðið eru ennþá laust það. Nú, beðir sig engin ljós frekar það, þá er umræður lokið það. Þarna voru 5 önnur mál á dagskrá, einhver sem vil ræða eitthvað þar. Fundargerð fjölskyldunefndar frá 15. nóvember. Svo virðist ekki vera.
og þá greiðum atkvæði þessa fundargerð sem staðfesta hana, er í benni rétt upp hand og staðfest með 9 atkvæðum. Daginn eftir var haldinn fundur í fræðslunefnd Mosfellsbæjar, fundur númer 369 og þar voru 3 mál á dagskrá, orðið laust. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Ég kem til fyrsta máli í fræðslunum. Það er áhugavert að sjá að það er verkefni sem að ég hef séð áður annars staðar. Það er sem sé nokkuð svona brú, grunnskóla yfir til framhaldsskóla. Það verður gott að fá örstutta kynningu frá formann nefndarinnar. Ég er mjög hrifinn af þessu og það verður gaman að vita til þess að þessi sameiginlegi hópur hefur komist að þeirri niðurstöðu að það sé möguleika að búa þarna til þessa brú, þessi nefndin, og ég vil bara fá kynningu aðeins örstutt bara á þessu fyrirkomulagi sem ég bara fagna. Já, Kolbrún, það var beint spurningu til þín, Kolbrún. Kynning á FMOS, það er titill málsins. Já, takk fyrir það forseti. Þetta er einmitt mjög gott og flott verkefni, eða flott vinna sem að kennararnir í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ hafa unnið að og undirbúið síðastliðin ár. Og þarna er verið að koma til móts við nemendur sem hafa átt við einhvers konar erfiðleika í stríða og jafnvel eins og við þekkjum svona átt við vandað etja og einhvers konar skólaforðun, og þarna er verið að koma nemendum aftur á lappirnar í námi sínu, öðlast sjálfstraust og trú á sjálfan sem námsmann. Þetta er náttúrulega nemendur sem eru í brottfallshættu, hafa kannski komið inn í skólana og dottið út úr, eða sem sagt hætt í skólum, kannski mögulega verið eina önn, eða kannski út á miðja næstu önn, og þá hafa þau hætt. En þarna eru þessi kennarar sem eru að vinna algjört kraftaverk, sem sagt sinna það, eru með svona óhefbundið nám, eru meiri í svona sjálfstyrkingu og einhver íslenska og enska og stærðfræði og einhver slikt sem að þarf að styrkja nemendur í. Og þau eru náttúrulega ekki að finna upp hjólið, þetta hefur verið gert annar staðar og þarna eru bara, já, þessi svona nemendur sem að kannski eru ekki tilbúnir í hefðbundið bóknám strax, þurfa svona ákveðna styrk og stóðir og fá þarna hjá þeim. Og svo hefur það sem er gaman að segja að þau segja frá að flestir nemendurnir hafa haldið áfram og að pluma sig vel í skólanum og jafnvel farið í aðra skóla. Þannig að þau eru greinilega að vinna mjög gott starf. Já, orðið laust fyrsta mál, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Já, ég sá líka þetta með fyrstu glærunum í kynningunni að það verður að tala alla milli þessa grunnskólakerfis og svo framhaldsskólakerfisins. Ég man bara eftir þessu síðast þegar ég var að leiðbeinandi út á landi að þá var það á milli Hvolsskóla og FSU á Selfossi. Það var líka þá fyrir, börn sem vildu eru duglegir í námi, ekki endilega þá sem eiga erfitt í námi, einnig þá sem eru öflugir í námi, hvort það sé þá möguleiki að ef þetta var hugmyndin að styrkja þetta ágæta fólk sem á erfitt, hvort það sé þá möguleiki að búa til hérna líka vinkilinn hinn sem að ég þekki frá fyrir tíð að leyfa krökkum að kannski fara í sagnfræðina eða í einhver félagsfræðisfög til þess að byggja sig upp, jafnvel starffræði og svona, til að byggja sig upp fyrir framhaldsskóla sem eru kannski með burði til þess. Það er önnur spurning. Kolbrún, gjörðu svo vel. Þú ert að meina úr grunnskólanum og tengingur yfir. Já, þetta er ekki það. Þetta er annað. Þannig að ef að þeir krakkar sem eru þar staddir, að þeir hafa möguleika því að sækja sér auka, ég held að sé þannig, að þau geti farið inn í FMOS og sótt þar námskeið og fengið síðan metið
þar inn í þeim skóla eða annar staðar og ég veit allavega að það er einhverjir skólar eins og Ármúlaskóli og fleiri skólar sem eru með fjarnám eða eitthvað slikt sem þau sækja sér og þau mega að gera það sjálfsögðu með aðstoð bara sinna kennarinn í skóla. Ég held að það sé eitthvað, það er annað og er opið fyrir það nemendur sem þar þurfa. Nú, ég lít svo á umræðslokið þetta mál, þetta var nummer 1, þarna voru 2 önnur mál. Voruð þá laust þau. Stefán Ómar er orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er þriðja málið á þessum fræðslunefndarfundi sem var umræða fjárhagsáætlunina og það eru þarna inni nokkra bókanir en meðal annars bókum frá áheyrnarfulltrúa vina Mosfellsbæjar. En þetta svo sem kom líka fram við fyrri umræðu fjárhagsáætlunina, þá var sem sagt bent á það hér úr þessari pontu hvort að við ættum ekki að ef þau vilja breyta þessu ferli eitthvað og taka nefndirnar fyrr inn í sem sagt umræðu og undirbúning fjárhagsáætlunina sem að ég svona held að gæti verið bara gott mál. Þannig ég vildi svona bara aðeins snikkja þessu og held að við eigum að taka þessa umræðu og skoða ferlið. Það er alltaf gott að fara yfir og þó einhvern tímann eitthvað hafi komist á að þá er ágætt að kíkja á það annað slagið og vita hvert að við erum á réttri braut og hvert við getum gert betur. Og það er sérstaklega ef við horfum á fræðslunefndina eða málaflokkinn fræðslumála, þá erum við náttúrulega að tala eins og allir við þetta borð vita, við erum að tala góðan helming af öllum útgjöldum bæjarins sem að fara fram í þessum málaflokki. Þannig að þó það væri ekki nema bara það sem að gefa okkur tilefni til þess að fagnefndin sem að hefur gríðarlega þýðingarmikið starf með höndum í þessum málaflokki, að hún kæmi fyrr að. Hvernig við nákvæmlega gerum það verður bara að útfæra, en ég held við ættum alvarlega að skoða það að involvera nefndirnar aðeins fyrr, líka til þess bara að gefa þessu fólki sem að situr fyrir okkur í þessum nefndum og innir þessi mikilvægu störf af hendi, gefa því pínlítilla tilfinningu fyrir því að þau skipti máli og það sé á þau hlustað. Ég held að við ættum að geta treyst þessu ágæta fólki algjörlega fyrir því og síðan er þá loka orðið við þetta borð hvort að við viljum kaupa allt sem kemur eða allar útgáfur, það er svo bara aftur allt annað mál en að hleypa mönnum að í diskussjóninni líka til þess að rækta bara ákveðið lýðræði í kringum fjárhagsáætlunina. Já, Valdimar og síðan Anna Sigríður þetta mál, þriðja mál. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir það. Ég ætla að taka undir orð fulltrúa L-lista hérna. Viðreisn líka ásamt Samfylkingu tók undir þessa bókun á fundi fræðslunefndar. Við bentum á það þar að það er hlutverk fræðslunefndar samkvæmt 3. grein samþykktar fræðslunefndar Mosfellsbæjar, það sem segir að fara yfir tillögur forstöðumanna að fjárhagsáætlun hvers árs, varða þá liði sem falla undir verksvið nefndarinnar og gæta þessi ákvörðun sínum að halda áætlunni þegar að framkvæmdum hennar kemur. Það stendur sem sagt að nefndin á að fara yfir tillögur til fjárhagsáætlunar og ég ætla bara að taka undir þetta að við erum að senda fjárhagsáætlunina miklu fyrr inn í nefndirnar, sérstaklega þá fjölskyldunefnd og fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundunefnd og til þess einmitt að fá umræðuna tillögurnar í þessum nefndum sem síðan aftur farin í fjárhagsáætlun og til samþykktar annars staðar. Í 3. grein samþykkta fræðslunefndar stendur ekki að það eigi að senda þetta til kynningar, heldur til umfjöllunar. Þannig að ég tek undir þetta og er sammála því að þetta er við eigum að virkja þessar nefndir til raunverulegra vinnu, miklu meir.
gera vald þeirra meira. Og þetta er ein liður í því. Í því felst ekki lýðræði. Takk. Já, Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég er hérna upp í því sama máli og reyður kom bæði fulltrúi Stefán Ómar inn á það að hér hefur verið talað um það þegar fjárhagsáætlun kom fyrst fram að nefndir þyrftu að koma fyrr að undirbúningi fjárhagsáætlunar og ég ætla bara að minna það og ítreka það enn og aftur að Samfylkingin hefur rætt þetta við hverja einustu fjárhagsáætlun mörg undanfarin ár að þetta þurfum við að laga. Og svo ætla ég að hnykkja bara á því sem bæjarfulltrúi Valdimar kom hér inn á að samkvæmt fjórðu málsgrein, 3. greinar í samþykktum fræðslunefnd þá skal fræðslunefnd fara yfir tillögu forstöðumanna fjárhagsáætlun hvers árs hvað varðar þá liði sem fjalla um verkefnanefndarinnar og gæta þessi ákvörðunum sínum að halda áætlanir þegar framkvæmdin kemur. Það er ekki þarna að kynna fjárhagsáætlun, hérna er talað að nefndin á að fara yfir. Ef það ætti bara að kynna það þá væntanlega verið skrifa hér, þannig að ég tel að við séum ekki alveg einu sinni að fara nákvæmlega að samþykktinni. En ég bara vona að fyrir næsta ár þá verði breyting á þessu vinnulaginu í kringum vinnslu fjárhagsáætlunar og nefndirnar fái meiri aðkomu að þegar verið að undirbúa fjárhagsáætlunina. Já, Ásgeir Sveinsson, þú varst búinn að biðja um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi upp undir sama máli fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020-2023. Mér langar til þess að koma svona aðeins annars staðar að þessu máli. Mér finnst gæta svona það sé vist vanmetið þau störf sem að nefndirnar að vinna allt árið kring. Mér finnst svolítið skrítið að nefndirnar að setjast niður þegar að einhverju tímapunkti þegar lítið er eftir kannski því að fjárhagsáætlunin að birtast og fara þá að setjast yfir mögulega einhverja tillögur og annað slíkt. Mér finnst þetta vinnast þannig í nefndum og ég vinnast þannig að það er tillögur og vinnslan í nefndunum allt árið kring sem að birtast síðan í fjárhagsáætlun fyrir hverja nefnd. Þannig að vinnan er í gangi allt árið og það sem er líka athyglisvert er að í bæjarráði þá er ákveðið að setja fjárhagsáætlun í gang á hverju einasta vori og síðan þegar líða haustið þá er vitað að hún er í gangi. Mér finnst einhvern veginn að það sem er kannski ætti að skoða betur það er hvort að flokkarnir sem að sitja í bæjarstjórn og þeir sem eru í nefndum hvort að þeir ætti ekki að ræða þetta meira þá sín á milli og við sitt nefndarfólk og að sjálfsögðu er öllum í nefndunum velkomið að koma með tillögur varðandi fjárhagsáætlanir allt árið kring. Þannig að ég sé ekki að sé einhver lýðræðishalli á því heldur vinnslan er í gangi, stórar og litlar ákvarðanir sem að koma frá nefndunum eru síðan samþykktar í bæjarstjórn og bæjarráði að þær koma síðan til framkvæmda í fjárhagsáætlun. Og svo lít ég nú líka þannig á það að þegar að við vísum fjárhagsáætlun milli umræðuna í nefndirnar þá er ekki verið að vísa þeim til kynningar, það er verið að vísa þeim til umræðu og kynninga og nefndirnar hafa þá, er það ekki kringu 5 vikur núna sem þær hafa milli umræða til þess að koma þá með einmitt tillögur ef það er eitthvað sem að þeim finnast svona út af vanta. En ég myndi kannski vilja að við myndum skoða þennan vinkil eða við erum farið í meiri umræðu hvað þetta varðar að erum við ekki að vinna í fjárhagsáætlun allt árið í nefndunum. Það er einhvern veginn svona minn skilningur og mín reynsla allavega að þessari vinnu. Takk. Já, Anna Sigríður, bæst, þess vegna. Ég ætla ekki að draga í efa skilning formanns skipulagsnefndar og
formanns bæjarins á hans upplifun af því hvernig raunin að fjárhagsáætlun hérna. Mín upplifun bara önnur og kannski eru upplifun svona allt öðruvísi að þú ert í meirihluta, sko. Það má vera, ég ætla ekkert að fara að munnhöggvast við upplifanir annars fólks. En ég vil leiðrétta það eitt sem að formaður skipulagsnefndar og formaður bæjarráðs kom hér í pontu og sagði að það væri ekki verið að leggja fjárhagsáætlun frá til kynningar í nefndunum. Nú ætlum ég bara að lesa fyrir formanninn hvernig þessi dagskrárliður hét á þessum fundi. Lögð fram til kynningar drög af fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020-2023 frá fyrri umræðu bæjarstjórnar 30. október 2019 og svona var hún lögð fram í öðrum nefndum. Kolbrún, þú varst búin að beða því. Já, það. Og síðan Valdimar. Já, forseti, þetta var langur fundur. Það voru margar kynningar á þessu fundi og mig langar einmitt að fara aðeins í annan dagskrárlið á eftir, það sem atriði sem skipti mjög miklu máli og sko, það var náttúrulega, við höfum yfirleitt fræðslunefndarfund á milli 4:30 og 7. Þetta er 2,5 tími, hálfsmánaðarlega allan veturinn. Ég held að séu fáar fræðslunefndir á landinu sem funda jafn oft og fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Það var komin þreyta í mannskapinn þegar að koma loksins að því að ræða fjárhagsáætlunina og ég skil það vel að fólk hafi orðið pirrað á því að fjárhagsáætlunin hafi verið svona seint á dagskrá og þegar einhver liður til kynningar þá þýðir það ekki að það með ekki ræðan. Þetta er ekki þannig nefnt. Við ræðum mjög mikið um það sem er að gerast í skólunum og allt það sem er það er 50% af útgjöldum sveitarfélagsins fara í skólamálin og Guð hjálpi mér ef við megum ekki ræða það undir fjárhagsáætlun til kynningar inn í fræðslunefnd sem fundar og endurtek 2,5 tíma, hálfsmánaðarlega og oft lengur náttúrulega þarf, lengur en 2,5 tíma, hálfsmánaðarlega allan veturinn. Og þarna er hún til kynningar, þetta er bara þetta formlega ferli sem að fjárhagsáætlun hjá okkur er í, samþykkt af svona vinnu við þetta. Þetta er þetta formlega ferli sem fjárhagsáætlunin er í. Það hafa komið fullt af góðum tillögum inn í þessa nefnd yfir veturinn og frá minnihlutanum, tillögur sem hafa farið til afgreiðslu og svo framvegis. Og mér finnst líka sko ábyrgð oddvita hvers framboðs vera töluvert. Af því að þegar að við byrjum og hefjum þessa vinnu að hausti, formlega vinnu í september og þið sem oddvitar fáið gögnin til ykkar, þá er líka ábyrgð oddvitana að fara með þessi gögn í sitt bakland og fara yfir þessar tölur. Og það sem við vorum að ræða á þessum fundi voru engar tillögur en slíkt, þetta er bara áætlunin það fjármagn sem fer í og það sem að skólarnir í rauninni síðast kostuðu eða hver lykill, hver áætlunum var og hver raunin var og hvernig við sjáum fyrir okkur framhaldið fyrir næsta ár og næstu 3 árin. Og allt galopið með það að þarna megi fólk koma inn með tillögur hvort sem það er inn á fræðslunefndarfundin eða inn í eins og þið sem oddvitar komið inn í bæjarstjórnin sem var á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það komið tillögur sem vörðuðu skólamál. Þau kom ekki inn á fræðslunefndarfundin. Og ég veit að það munu örugglega fleiri tillögur koma eftir hálfmánuð þegar við klárum að vinna fjárhagsáætlunina. Ég held að þetta sé, ég veit ekki hvað margar vikur sem við erum í svo formlega ferli. Og mér svona, það að ég fekk að heyra það að við fengið að ræða á fjárhagsáætluninni 8 mínútur inn í fræðslunefndinni. Þetta er náttúrulega ekki, við ákveðum bara að slíta fundi klukkan 7 og það var ákveðið að ræða að beiðni fundarmanna fjárhagsáætlunina aftur eftir hálfa mánuð inn á fræðslunefndarfundi. Já, það er í lok nóvember sem við ræðum það hér fyrir bæjarstjórn. Þetta eru mjög margar vikur sem við erum að vinna að fjárhagsáætlun. Og það er ekkert upphaf og endir tillagna til fræðslumála inn í fræðslunefndinni. Og það er mjög gott fyrir mig sem formann fræðslunefndar einmitt að fá frá ykkar framboðum, frá ykkar
fólki, eins og þið segið, inn í nefndunum, tillögur það hvernig við getum gert skólamálin okkar hér og fræðslumálin enn betri en þau eru í dag. Þannig gerum við þetta sameiginlega inn í fræðslunefndinni. Og ég sem formaður banna það ekki og við, þó að þetta vinnulag hugnist ekki öllum, að þá getum við þá bara tekið það umræðu áður en við förum að berja formönnum nefndana það hvað þetta ómögulegt, að þá verðum við að taka þá umræðu annar staðar og ákveða þetta bara hvernig við ætlum að vinna þetta. Þegar við leggjum að stað inn í fjárhagsáætlun vinna, ef við ætlum okkur að breyta einhverju. Þannig að við bara, svona gerum við þetta núna. Ég veit að það er búið að tala um þetta öll árin og nýtið tímann vel, nýtið þessar vikur vel, nýtið undirbúningin fyrir fræðslunefndina vel, komið með tillögurnar, komið með það sem að ykkur er það sem er í huga okkar varðandi það hvernig við getum gert skólana betur, sinntum betur. Þannig að einhverjar 8 mínútur í lok fundar, ég skil það vel að þá tími sé ekki nægur, en það sem ég lærði af þessum fundi er að sérstaklega inn í fræðslunefndinni að vera bara með fjárhagsáætlunina eina á dagskrá. Ekki vera með svona stóran fund til dæmis kynningar á FMOS eða stoðþjónustunni. Það er bara gríðarlega, þetta var mjög hlaðinn fundur og það sem ég tók út úr þessu fundi var að næst þegar við ræðum fjárhagsáætlunina þá gerum við það höfum við bara fund fjárhagsáætlun. Ég held að það sé mjög mikilvægt til framtíðar að við horfum til þess að við ræðum bara fjárhagsáætlunina. Við hefðum getað setið á þessum fræðslunefndarfundi til 11 um kvöldið, en ég held að hafi bara enginn haft áhuga á því. Þannig að klukkan var að vera 7, hún var 8 mínútur í 7, það voru 8 mínútur eftir. Framkvæmdastjóri sviðsins fór samviskusamlega yfir öll atriðin og kynnti fyrir nefndarmönnum hvernig liggur í málinu. Gögnin er búin að liggja fyrir mjög lengi. Umræðuna hefðum við getað tekið og við munum taka á næsta fundi og þeir takið síðan hér í bæjarstjórn. Þannig ég held að við séum ekki að þrengja að einum og það sé engin lýðræðishalli hvað þetta varðar. En þarna liggja fyrir bókanir. Ég fekk líka að heyra það að þessir fundir væru stundum svolítið þunnir. Það kom nú frá einum úr minnihluta. Mér fannst leitt að heyra það. Í mínum huga er þessi fundir aldrei þunnir. Mér finnst þeir gríðarlega mikilvægir. Þannig að svona blasir þetta við mér. Ég veit að við upplifum þetta öll með ólíkum hætti. En það liggja fyrir í fræðslumálunum fullt af fínum tillögum sem við erum að skoða hér og að skoða hér innan hús og það er vika í næsta fræðslunefndarfund og ég gerir bara ráð fyrir því að þið nýtið tímann vel. Takk fyrir. Já, þá er Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, við ræðum fræðslunefndina áfram. Formaður Bæjarráðs og nefndi það að honum fyndist að það ætti að gera þetta öðruvísi. Það er að segja að það ætti að leggja þetta fram til kynningar í fræðslunefnd. Ég bara benda á það í 3. grein samþykkta, eins og við höfum lesið nokkuð sinnum, segir að fræðslunefnd Mosfellsbæjar meðal annars að fara yfir tillögu forstöðumanna að fjárhagsáætlun hvers og eins varða þó liðið sem fjalla undir verksvið nefndarinnar. Þarna er ekki verið að tala um það að við komum með tillögu, þetta getur við komið með tillögu hvenær sem er kjörtímabil. Og við gerum það. Og við undirbúum okkar fólk og við fundum okkar fólki og allt það, alveg svo meirihlutinn gerum og svo framvegis. En ég er sammála því sem kom hérna fram að mín upplifun af því hvernig fjárhagsáætlun er svo að við erum bara í myrkrinu ef að orða það þannig og svo kemur fjárhagsáætlunin og við komum með einhverja tillögu sem við erum alltaf búin að undirbúa, sem við erum búin að hugsa og ég vil lagt fram áður og leggjum fram. En við komum ekki að vinnu fjárhagsáætlunina beint, við komum ekki förum ekki yfir tillögu forstöðumanna fyrir það að koma fram. Hérna stendur að þetta eigi að vera hlutverk nefndar og ég er bara sammála því og ég tek boltan sem að tala um hérna áðan að fara kannski yfir þetta næstu fjárhagsáætlun, hvernig við vinnum þetta og hugsanlega með einhverjum breytingum og ég held að við ættum bara að gera það.
Ég held að þessu umræða sé bara holl og góð og við vorum ekki að gagnrýna í sjálfu sér fundafyrirkomulagið eða lengdin á fundunum eða neitt slíkt, heldur eingöngu þetta atriði, sko. Og að sjálfsögðu þessi fundir gríðarlega mikilvægir og við erum kannski að leggja meira þunga á þessa fundi og segja að þeir eiga kannski vera alveg aðeins meira mikilvægir og þeir eiga kannski aðeins meira að taka þátt og við erum að treysta þeim fyrir meirum verkefnum. Og það er það sem er inntaki í því sem við erum að segja og ekki að gagnrýna það hvernig að þessu staði núna er þess að stjórnum funda eða lengd þeirra eða allt og ég tek undir það að það væri örugglega til bóta að funda sérstaklega fjárhagsáætlun, ég vil bæta þeim fundi við einhvers staðar í dagskrá. Takk fyrir þetta. Já, Haraldur, þú viðmálið, gjör svo vel. Forseti, það rétt sem að hér hefur komið fram að það búið að ræða þetta mjög mörgum sinnum. Ég held að þetta hafi verið rætt okkur einasta ári með einum öðrum hætti. Hvernig staðið að fjárhagsáætlunargerð. Það bara einfaldlega þannig að stundum bara fólk ekki sammála það. Og þá það bara þannig. Það verklag sem að hér við lýði þannig að svo kom hér fram áðan að það bæjarráð sem að starta þeirri vinnu með ákvörðun sinni að fela framkvæmdastjórum og forstöðumönnum að gera tillögu að fjárhagsáætlun og þau fyrirmæli á þann hátt að gera skuli þá tillögu sem miði að óbreyttu þjónustustigi. Það svo tillaga sem það er svo samþykkt sem gerð og miða við þær ákvarðanir sem teknar hafa verið að nefndum og staðfestar hafa verið að bæjarstjórn það ár sem að liðið frá því að síðast að gera fjárhagsáætlun. Og ég þeirra skoðan og hefur verið mjög lengi og mun held ég seint breyta þeirri skoðan minni að fjárhagsáætlun svona í fagnefndum á ekki að taka einhvern hálfan mánuð eða einhvern mánuð eða einhverja viku, heldur á hún að taka allt árið og helst meira heilt kjörtímabil og að þau verkefni sem nefndirnar vinna og vilja koma á framfæri og vilja gera þá oft tíðum kostar peninga eða breyta þjónustu að það sú ákvörðun sem að tekin á vorin af bæjarráði að fela forstöðumönnum útfæra. Ég held að það er mjög, það er mín skoðun, það er mjög vont ef að sko allar ákvarðanir sem snerta breytingar á þjónustu eða breytingar á kostnaði eða bara það sem faglindarnir eru yfirleitt að fjalla að það ætti sér stað bara einhverjum mjög litlum tíma meðan að þegar tölur áætlun ársins á eftir liggja fyrir. Þess vegna finnst mér það fyrirkomulag sem við erum að vinna eftir bara ágætt. Og það er heilmikil aðkoma því með einum öðrum hætti. Við reynum að koma með upplýsingar inn í bæjarráðið stöðu fjárhagsáætlunarinnar eins fljótt að það berast frá þeim aðilum sem það vinna. Við byrjum á því að leggja fram drög að tekjuáætlun sem myndar þá útgjaldarammann væntanlega sem höfum. Við viljum helst ekki eyða meira öflum. Ég ekki ráð fyrir því, þannig að þá sjáum við svona hvaða ramma við höfum. Það lögð fram íbúaspá sem að gerir hluti af útreikningi á tekjuáætluninni. Það lögð fram hugmyndir að tillaga eigfari fjárfestingu, bæði í gatnagerð og eigfarum framkvæmdum. Í okkar tilfelli núna þetta ár það 3 milljarðar. Það var umræðum það í korter á bæjarráðsfundinum þessar 3 milljarðar sem að verið að leggja til að eyða á næsta ári
Þetta aldrei verið svona miklu peningar hjá Mosfellsbæ áður. Og svo síðasta púsluspilið í þetta svo þá áætlun framkvæmdastjórans og forstöðumannanum þá reksturinn sem slíkan. Og þegar þetta allt saman komið þá fjárhagsáætlunin lögð inn í bæjarráð. Þar haldinn hana sérstakur vinnufundur með öllum bæjarstjórnarmönnum, farið yfir hana af framkvæmdastjóranum og útskýrt hvað hún snýst. Og það náttúrulega búið að taka inn í all þessi atriði sem hafa verið ákveðin á þessu ári og jafnvel árum áður, til að mynda eins og fjölgun, ungbarnaplássi í leikskólum, gera ráð fyrir kostnaði við endurskoðun aðalskipulags og svo eyðingu ágengra plantna og svo framvegis en nefndirnar hafa verið að taka ákvarðanir undanförnum. Það útvatnast í þessari tillögu. Og svo eitt plagg líka sem liggur til grundvallar sem mjög mikilvægt og það málefnasamningur meirihlutans. Það sem kveðið á það hvað áherslu meirihlutinn hver sem er í hverju sinni ætlar að leggja á því kjörtímabili sem yfirstandandi og það útvatnast það pólitísku áherslu sem hann hefur opinberað í sínu samkomulagi. Og það tekið mið af því í þessum tillögum af fjárhagsáætlun eins og það hægt hverju sinni. Síðan hafa nefndirnar heila mánuð til þess að fjalla þessa áætlun og geta haft það á henni skoðun. Hver og einn nefndarmaður getur lagt fram tillögu, breytingar, haft á henni skoðun, það farið yfir hana af framkvæmdastjóra sviðsins í viðkomandi nefnd. Mismunandi mikilvægt örugglega því að það tek undir það í fræðslunefndinni en það er svakalega miklu peningar. Og ég tek undir það líka að það þá gott að gefa því nægt eindrými á fundinum sem hefur kannski ekki verið akkúrat í þessu tilfelli og formaðurinn hefur útskýrt það og sagt að því hafi verið lagt til að halda þetta annan fund fjárhagsáætlun sem bara fínt, bara mjög gott. Og þannig að ég veit ekki, mér finnst þetta hefur reynst okkur vel. Það hafa allir aðkomað sem einum hætti, hvenær sem er á árinu, þetta er líka tillögur breytingar og þjónustu bæjarins, hvenær sem og á ekkert að gera bara í óttóber eða nóvember. Það menn að vera að velta því fyrir sér allt árið kring og allt kjörtímabilið og lengur þess vera að geta. Okkur hefur auðvitað að gera góðar fjárhagsáætlanir sem standast, raunhæfar, sem taka mið af þeim kostnaði sem við stöndum frammi fyrir. Það er líka mikil virðing borin fyrir henni af þeim starfsmönnum sem vinna fyrir okkur, forstöðumönnum stofnana og þeir sem fara með fé bæjarins. Og það er meðal annars vegna hvernig við vinnum hann. Þannig að já, það má ræða það skapaða hluti, en það hefur þetta svo sem tekið einhverju breytingum. Einu sinni var það þannig að þátt að leggja fram fjárhagsáætlunina fyrir 1. desember ár hvert og afgreiða hana fyrir jól. Eða fyrir 15. desember eða eitthvað, það var hálfum mánuður þarna sem fólk hafði, miklu seinna á ferðinni heldur en í dag. Nú er þá fyrir 1. nóvember ár hvert. Það er gefinn mánuður. Við getum alveg líka lengt í því, ég meina það má vera við eigum að vera búin að afgreiða fjárhagsáætlunina fyrir 15. desember. Það er hægt að hafa 6 vikur fyrir nefndirnar til að fjalla ef við vilja það, ef það er eitthvað skiljiði mig, en í mínum huga er þetta þannig að við eigum að hugsa rekstur bæjarins, þjónustu bæjarins, allt árið kring og allt kjörtímabilið, ekki bara í október og nóvember. Það hefur nú enginn þetta málum. Stefán Hamar, ræðum þriðja málið, fjárhagsáætlunina. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, takk fyrir forseti og ágættu bæjarfulltrúar. Það er þetta þriðja mál fjárhagsáætlunar. Það kom hérna fram í máli formanns fræðslunefndar áðan að það væri í raun og veru verið að vinna tillögur og þær verið að koma inn í nefndirnar allt árið.
Og það ábyggilega alveg hárrétt að það þannig. Og það þá kannski akkurat líka þess vegna sem að væri ekkert vitlaust að fjárhagsáætlun færi kannski aðeins fyrr inn í nefndirnar, þannig að menn getur þá summerað upp hvað erum við búin að fjalla fyrr á árinu eða á árinu sem að líða og það hérna til staðar og svo framvegis. Ég held að það sem kom fram hjá formanni fræðslunefndar að þetta væri ábyrgð oddvitanna. Það sem að framfyrir nefndin náttúrulega ekki ábyrgð oddvitanna. Þeir ekki þar nema þá í einhverjum undantekningatilfellum. Ég veit það ekki, en þá sitja þeir náttúrulega inn í nefndinni sem nefndarmenn og eru að vinna þar sem nefndarmenn í fræðslunefnd í þessu tilviki. Þannig að við verðum náttúrulega að passa hvar við erum. Við erum að tala fræðslunefnd og það starf sem unnið þar af kjörnum nefndarmönnum. Það sem sagt, það mikilvægt að þessu sé haldið til haga og það þannig að eftir fyrstu umræðu, að þekkja væntanlega allir við þetta borð, eftir fyrstu umræðu fjárhagsáætlunina þá búið að jafnvægi stillana eins og ég myndi kjósa að kalla það. Það búið að horfa á tekjuöflunina, það búið að horfa á heildstætt á útgjöldin og það búið jafnvægi stilla áætlunina. Þannig að það sem bara gott og skynsamlegt. Þannig að það mjög vont að hræra í því í einhverju flýti síðustu dagana. Þannig að því að hér búið að segja að það má alltaf koma tillögur, það má alltaf ræða, en það bara ekkert kannski mjög hagkvæmt að gera það á síðustu dögunum eða síðustu klukkutímanum vegna þess að það svo erfitt. Ef skynsemin segir okkur það að við ætlum að leggja til tekjuaukningu, hvernig ætlum við þá að ráðstafa henni, ef við ætlum að leggja til útgjaldaaukningu, hvernig ætlum við að fjármagna hana. Þannig að þetta þarf að harmonera og þetta þarf að jafnvægi stillast. Og ég held að það verði ekki gert í einhverjum flýti, bara 1, 2 og 3. Það kom líka hérna fram í umræðin áðan, það var haft á orði að einhver hefði sagt að það veru þunnir fundir og það hefði komið fram frá einum í minnihluta. Það bara minna á það að það engin meirihluti og minnihluti. Þetta fyrst og fremst nefndarmenn og hafa allir rétta og jafna stöð í nefndinni. Þannig að ég myndi nú bara kjósa að við köllum þetta nefndarmenn heldur en að fara að flokka menn eitthvað niður. Og ég ekki ætla að fara að elta þetta, hver hafði uppi þetta orðalag, en bara gætum að þessu. Það gæti verið, auðvitað getum við bara lagt hérna fram konkrét tillögu það, bara verkferlið. Það alveg rétt sem kom hérna fram áðan hjá bæjarstjóra og sem við öll þekkjum hérna, að það lagt upp með ákveðið verkferli og það samþykkt snemma, það samþykkt bara einhvern tímann upp á miðju ári eitthvað slíks, hvernig við ætlum að haga þessu til. Það svona ákveðið verkferli. Við getum auðvitað bara farið yfir það og komið með einhverja tillögu og lagt hana hérna fram og sé hvað skeður. En ég skil þetta þannig, þessu umræðu sem við farið fram hérna núna og áður, að það sé kannski meira umræðu getum við náð saman að breyta þessu verklagi eitthvað, skynsamlegt að breyta því. Og við getum náttúrulega ekki komast til þetta niðurstöðu nema við tökum þá upp umræður það og skiptust á skoðunum hvort það skynsamlegt að breyta einhverju í þessu ferli eða hvort við bara keyra áfram eins og verið hefur. Það kann að vera þá bara niðurstaðan og þá það bara allt í góðu. Ég held hins vegar að bara með einni lítilli breytingu sem geti verið þannig að bæjarráð væri hálfum mánuði fyrr á ferðinni að afgreiða heildina og búið þá að jafnvægisstilla heildina hálfum mánuði fyrr og senda þetta þá strax út í nefndirnar, þannig að það liðu þarna kannski 2 til 3 vikur áður en að fyrri umræðin komin og sem að gæfi þá fulltrúum nefndana og við þetta borð þá hér tækifæri til þess ef eitthvað að koma með breytingatillögur og þær var jafnvægi stilltar leið. En ekki, eins og ég sagði áðan, að kannski kasta þeim fram með skömmum fyrirvara, svona bara til þess að sýnast eitthvað. En
þetta var bara ágætt sumræða þetta mál. Já, það er þeirra mannska núna, það er Haraldur og síðan Kolbrún og Siggt Óskar. Já, og forseti. Það er einfaldlega þannig að, sko, að þessar upplýsingar, þessar tölur eru lagðar fram leið og eru tilbúnar. Við búum hér til tekjuáætlun, leið og við teljum okkur að hafa forsendur fyrir því þegar við erum búin að gera hér íbúaspá, grófum drætti, að liggja fyrir niðurstöður opinberra hagtalna stofnana, hagstofunar hver áætluð launabreitingar á næsta ári og svo framvegis eftir stærstu breytingarnar í því, þá er það, leið og þetta er komið, þá er það lagt fram í bæjarráði. Leið og við erum búin að ná eitthvað utan þær framkvæmdir sem að þarf að gera, að lagt til að ráðist verður í á árinu þar á eftir og tillögu framkvæmdir árinu 3 þar á eftir, þá er það lagt fram í bæjarráði. Gatnagerðar framkvæmdir líka, sem er mjög stórt skjal. Allt þetta er lagt fram í bæjarráði. Leið og það er búið að raða saman og búa til heildstæða mynd af útgjöldunum. Þá er það lagt fram í bæjarráði og þá verður til þessi ágæta fjárhagsáætlun. Bara því miður. Það er held ég nánast ómögulegt að hafa þetta til fyrr. Bara einfaldlega vegna þessar upplýsingar það liggja ekki fyrir fyrr. Sérstaklega ekki í skólanum, því að það er raun og veru ekki hægt að bara búa til launaáætlun í skólanum fyrir í byrjun september. Þegar að nemendafjöldi næsta árs á eftir liggur fyrir og hægt er að raða þessu saman með einhverju viti. Þannig að ég veit ekki hvað nefndirnar ættu svo sem að vera að fjalla annað en það sem ég var að nefna hérna áðan, að ræða náttúrulega bara þjónustustig bæjarins og það sem það vilja gera eða leggja til varðandi þjónustu og annað sem bæjarinn er að veita hverju ári. Það er miklu frekar að afgreiða það fjárhagsáætlunina miðjan desember, gefa þessu 1,5 mánuð. Það er þó hægt að gera það. En ég held að sé nánast útilokað að fara að hafa þetta talnaefni sem þar sé hvað varðar reksturinn til fyrr. Nógu erfitt var nú að uppfylla skilyrði sveitarstjórnarlaga að þetta var fært allt fram 1 mánuð. En það hefur tekist að gera það, en það er alveg á mörkunum að það náist og það, ég veit að sumir auðvitað voru haldið bara meirihlutin liggi yfir fjárhagsáætluninni og einhverjum fundum hér á 4. hæðinni eða whatever í þessum sal, það er bara ekki þannig. Meirihlutin eða bæjarstjórnin sér þetta allt saman á sama tíma. Niðurstöðu úr þessari vinnu sem við höfum falið okkar fólki að vinna, það er að vinna úr þeim ákvörðunum sem við höfum tekið. Og þannig að, ég veit ekki, þetta er bara ekki þannig að kjörnir fulltrúar liggi hér á fundum eftir fundum, ég held að það sé bara ekki neitt einasti fundur, það hver niðurstaða þessa er. Það stunda allir í sama borði hvað það varðar. Jú, það eru framkvæmdastjórar sviðanna sem eru ásamt fjármálastjóra og bæjarstjóra sem eru að reyna að raða þessu saman, fara yfir þessar tillögur á fundum eftir fundum, tekur mikinn tíma og til þess að bara villugreina og sannreina að það sé allt með sem að snýra þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið. Sem betur fer, núna síðustu árin hefur við ekki síðan þurft að fara að reyna að sloppa í eitthvað gat eins og Stefán Ómar þurfti nú að gera hér mörg ár í röð þess að koma fjárhagsáætluninni í það form að var hægt að presentera hana. En það er ekki verið raunin núna þetta farið ár, sem betur fer, það er betur árar en bara trúið mér, þessar upplýsingar, þessi vinna, hún er lögð fram eins fljótt og verða má, skiljið mig. Og það tekur á að ná þessu fyrir þennan tíma. Því að upplýsingarnar til þess að vinna á árinni er ekki til fyrr.
Já, þá var það Kolbrún, Frostasöður, fjárstæðar. Sjóðan Svítbúr. Forseti, bara stutt varðandi fjárhagsáætlunarvinnuna. Ég bara taka fram að við erum ekki að halda aukafund fjárhagsáætlunargerðina eða kynningu og umræðu fjárhagsáætlun. Það er fundur, eins og ég sagði, við erum að funda mjög oft, títt hér í þessari nefnd og þá verður nú tekin fyrir aftur og við tekum undir það þetta mikilvægt að nefndarmenn nefndarfólk fái kynningu frá framkvæmdastjóra sviðsins. En ég líka, og tek undir það sem orð bæjarstjóra hér áðan, að við erum alltaf að fá þessar tölur bara leið og að koma út úr ofninum. Það er engin í myrkrinu. Ég ætlaði að taka þetta fram hér áðan við höldum engu leyndu hér og leið og þessar tölur eru tilbúnar þá eru það kynntar. Og áhersla mín varðandi oddvitana er bara einmitt að fá þegar þessar tölur birtast að það gerir ráð fyrir því að þið farið með það í ykkar hóp og ræðið og skoðið vel þessar tölur. Ég tek líka eftir því að náttúrulega nú er ný bæjarstjórn og það er mikið af nýju fólki og þess heldur þarf að kannski gefa sér góðan tíma í það að kynna þetta fyrir nýju fólki. Það er margt, ég held að fræðslunefndin sé, það er mikil endun í fræðslunefndinni og ég finn það svolítið svona á nefndarfólki að kannski, ég veit ekki, kannski þarf að bara kynna það og ég veit að það var einhver sem tók undir það. Að þetta þyrfti bara að kynna nefndarfólki betur svona hvernig þessi vinna raunverulega fyrir fram. Og þar er ég að segja að ábyrgð oddvitana sé kannski meira heldur en framkvæmdastjórans sem stendur í pontu og fyrir yfir tölurnar og útskýrir. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi taka fram og teka algjörlega til mín varðandi minnihluta og meirihluta í nefndinni og ég hef lagt mikla áherslu í það, tek undir með Stefán Ómari varðandi það að ég hef lagt mikla áherslu á það einmitt að reyna að ná svona góðum starfsanda inn í nefndinni og við erum öll sem sitjum í þessari nefnd og allt þetta fólk sem situr þarna líka sko, þessir áheyrnarfulltrúar úr skólunum og leikskólunum og allt þetta fólk sem kemur úr foreldrasamfélaginu og allt þetta fólk sem er að fórna tíma sínum eða gefa okkur tíma sinn til að gera skólan okkar betri og mennta samfélagið að við erum öll í sama liðinu hvað þetta varðar og ég upplifi það allavega sem formaður að við erum bara algjörlega þar, en auðvitað kemur það síðan að það kemur að fjárhagsáætlunarvinnunni og rauninni líka hvað við erum öll sammála hvað þessi málaflokkur er mikilvægur og hvað við viljum öll gera vel. Og þess vegna er ábyrgð okkar mjög mikil og ábyrgð oddvitana er mikil. Þannig að við erum öll þurfum bara að fá allar upplýsingar, þið fáið þær bara leið og við, rýna vel ofan í þetta og síðan alltaf það er bara eitthvað, eins og líka bæjarstjóri tók fram, varðandi málefnasamninginn og Vinstri grænna og sjálfstæðisfólks að hér í bæ og hverjar áherslur okkar eru og svo náttúrulega er kannski, skólinn er náttúrulega mjög niðurnjörvað tölur eins og það við séð og við höfum svo síðan komið svona mál eins og viðhald ákveðin skóla eða eitthvað sem það þarf að bæta í óvæntir sem er stoðþjónustuna í varmaskóla og annað slikt sem að við bara svona allir í nefndinni og allstaðar eru sammála að þurfa að gera. En ég vildi bara taka helst fram að við erum ekki að halda aukafund, það er fundur þarna milli, við munum fara betur ofan í þetta og ég vona bara að fólk verði bara myndist bara sátt það að við getum rætt þetta vel og vandlega á næsta fundi og gefum okkur góðan tími í það að fara ítarlega og bara grundigt ofan í allar tölur. Takk fórstu. Já, þá er það Sveinn Óskar Sjónsson, Björnsvöld. Forseti, já það er málvarandi fræðslunefnd og hvert dagskrárlið með 4 á bæjarstjórnarfundi og 4 á þessum bæjarstjórnarfundi. Já, ég er nú ekki mikið fyrir að hrófla við þessu fyrirkomulagi þó ég ekki verið lengi í bæjarstjórn. Hvers vegna? Það vegna þess að allavega þetta er nú annað skipti sem ég fer í gegnum þessa vinnu og það sem ég lagði upp með fyrra var að leggja bara lista spurningar fyrir fjármálastjóra bæjarins á milli
til þess að sko fá svör þaðan þannig að grynnka á spurningum. Og hver hefur sitt lag og hver hefur sína sýn á þetta, en þetta er mín sýn að mér sýnist að kynningarnar inn í nefndunum eins og að ræða eru til þess að koma, hvað myndi segja, svona bráðamálum að sem að kannski að detta upp fyrir. Og þá viðkomandi séð á undirbúinn fyrir fundinn. Sjálfur hélt ég sérstaklega fund fyrir mitt fólk í fyrra. Við fórum yfir þetta en vissulega er mismunandi tími sem gefst í svona. Þetta er viðamikil vinna en ég myndi ekki taka undir að það veri mikið meira, hvað ég segja, fundað heldur kannski að senda frá sér spurningar til dæmis ef það eru áhöld skilning innan úr fjárhagsáætluninni eins og bara ég taldi það vera mjög hentugt fyrir mig að senda fjármálastjóra og hafa sambandi hann og það komi fullt af svörum og sem réttu sko skekkjuna sem að kannski var á milli mín og þessara gagna og einhverja punkta sem ég sá betur að þetta laga. Og vegna þess að ég á síðasta fundi þetta mál, þessi fyrir umræðu, þá nefndi ég fræðslumáli. Og ég er sjálfur, bara einhverju segja, ég er að vinna bara sjálfur í því að sjá til lands þar í gögnunum. Og ég myndi segja að ég nýti þennan tíma og ég finnst bara, það stendur í niðurstöðu þessara fundar sem við erum að fjalla í fræðslunefnd að það mun koma aftur fyrir umræðu í nefndinni 20. nóvember. Og mér finnst það bara hið besta mál. Og ég mun ráðleggja að minn fulltrúi þarna verður bara vel í settur fyrir þann fund og mun hugsanlega koma þá með spurningar á þann fund. Og ég mun svo fá þær spurningar frá mínu fulltrúa og mun þá vinna úr þeim fyrir síðar umræðu. Þannig að ég ætla svo sem að geta gagnrýna það sem aðrir hafa óskað eftir hér. Ég bara segja hvernig mín upplifun á þessu er. En svona í loki vil ég benda bara á að þessi áætlun og allt fjárhagsplanið er einmitt eins og oddviti sjálfstæðismanna nefndi hérna og bæjarstjóri. Þetta er stefnuyfirlýsingin meirihluta. Og þetta skjal er stefnumarkandi af hálfu meirihluta. Þannig lít ég á þetta pólitískt. Og svo þegar við erum að gagnrýna kannski mörg ár, þá verður að tala um að sumir hafa gagnrýnið mörg ár, en það er samt verið að samþykkja áætlun. Og ég segi sko, ef ég væri ekki alveg viss hvað var í gangi, þá myndi ég bara ekkert samþykkja það. En ég tek afstöðu pólitískt plaggið og ég gagnrýni það pólitískt. Og þetta er skjal og stefnumarkandi skjal frá hálfu meirihluta. Og þeir móta það innan stjórnsýslunar að fá sínu framgengt með sínu meirihluta. Þannig er þetta ekki. Og þar af leiðandi er sett kannski meira fjármagn þarna eða þarna og stór hlutin eins og kom fram hjá formanni fræðslunefndar eins og skólamálin, þessi launaþátturinn er alveg fastur. Og þess vegna segi ég, það væri það ráð ef að fólk væri mjög óanægt hérna í síðar það er bara greiði ekki atkvæði með fjárhagsáætlun. En þá vil ég fá að bregðast við. En að tala um fundarstjórn forseta. Það er hægt. Ég fannst að fá að tala um fundarstjórn forseta og eiginlega ræða það við forseta að það kom frá mikill misskilningur í máli bæjarfulltrúa sem kom hér upp á undan mér að það væri það
að fólk gagnrýndi fyrirkomulag vinnu við fjárhagsáætlun þýddi það að fólk skildi ekki hvað verið að gerast í fjárhagsáætlun? Nú erum við að ræða fundarstjórn Já, forseta, en mér fannst þetta fyrri ræðumaður fá að raun og veru gera lítið úr bæjarfulltrúum sem að hafa á undanförnum árum samþykkt fjárhagsáætlun á þess að hafa haft aðild að meirihlutanum. Hvað segir þú? Við erum að ræða fundarstjórn forseta. Já, ég er að ræða það að mér finnst ekki eðlilegt að forseti leyfi svona ummæli átölulaust. Það er ekki samansemmerki með því að gagnrýna vinnu við gerð fjárhagsáætlunar og það hvort að fólk skilji hvað er að gerast í fjárhagsáætlun eða ekki. Þetta eru 2 aðskilin mál og það er misjafnt, sumir greiða atkvæði á móti, aðrir sitja hjá og svo veit ég til þess að fólk hefur samþykkt fjárhagsáætlun vegna þess að það hefur fengið í gegn tillögur. Og svo ætla ég að rjúka punktu. Já, það aðeins fá bregðarspjarna við sæti mínu að þetta sem kom hérna áðan, það er algjörlega óeðlilegt að forseti hversu gegn því hlutverki sé að gera athugasemdir við einhverja fullyrðingar svona milli manna. Nei, þá er fólk að fá að bregðast við. Já, það er bara samkvæmt fundarsköpum þetta ef það þarf að bera sig svona ánmæli. Þó að einhver segir rangt, ég hef rætt þetta áður, ef segir einhver rangt að einhver annar telur, þá er ekki forsendast að leiðrétta það. En sá sem getur tekið til máls, hann getur auðvitað leiðrétta. Má ég svara þessu hér? Nei, það er ekki. Má ég? Ég skil ekki. Heyrðu, en get ég lítið svo á að þriðja mál sé útrætt. Nei, ég get ekki þetta svo. Heyrðu, við höldum bara áfram og mér sýnist 2 að beðum orðið. Hvor var Haraldur? Nei, ég var ekki beðum orðið. Það er Sveinn Óskar. Hann hefur talað einu sinni og kemur núna í seinna skiptið. Ég sá bara merki á lofti. Forseti, ekki lengt ef að þetta fari illa í fulltrúa samfylkingarinnar og það var ekki markmiðið að vera að segja það. Það er bara einfaldlega þetta að skjalið er í grunninn pólitískt skjal og það var bara beinlega sagt hérna áðan að hálfu fulltrúa minnihlutar. Þetta er miðast við yfirlýsingu meirihlutans samstarf. Í annar stað er verið að gagnrýna það hvort að frumvarp eða fjárhagsáætlunardrögin séu nægilega kynnt. Og búið að gera það samkvæmt því sem sagt var hérna mjög oft og mjög lengi, löngu áður en ég kom hingað. Síðan er þessi bara upplifun sem ég hef, algjörlega óháð afstöðu annarra til afgreiðslu hvernig þeir vilja haga þeim og svona aðeins. Mér finnst eðlilegast að ef að fólk er óánægt þá sýni það með einhverjum bókunum eða öðru. Eina sem að ég vildi koma á framfæri það er að þetta er einfaldlega ágætlega skilgreint ferli, fellur mér vel, það getur fallið öðrum illa og fullri virðingu fyrir því, en mér finnst það ágætlega vel skilgreint og mér finnst eðlilegast að fólk taki pólitíska afstöðu, já eða nei, með stærsta kosning, eða ekki kosning, þetta er stærsta pólitíska plaggi þessum meirihluta. Það er fjárhagsáætlun. Það er stærsta pólitíska plaggið. Og ég tel að vinnulagið sé ágætt og ég nýti mér bara þjónustu sem mér er í boði frá embættismönnum og mér finnst bara að það gangi ágætlega. Já, nú held ég að þetta sé útrætt á sinni, þetta mál. Það er að segja þriðja mál sem heitir fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020-2023. Það verður eitt mál í viðbót þarna á þessum fundi. Kolbrún og síðan Stefán Ómar, gerð svo vel. Svo ég lesi þann titil upp. Það er stoðþjónusta leik og grunnskólar Mosfellsbæjar. Gerð svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti þakka þér fyrir og ágættu bæjarfulltrúar. Ég tók eftir því þegar fundarboðið fór út á sínum tíma, þetta fundarboð fræðslu nefndar,
að þá voru engin gögn undir þessum öðrum lið sem heitir stoðþjónusta leik- og grunnskóla Mosfellsbæjar og þau voru síðan lögð fram á fundinum og ég vil svona bara nota tækifærið að kunna vera einhverja ástæður eða skýringar á þessu en þetta, við verðum svolítið að passa þetta vegna þess að fulltrúar í nefndunum sem eru að undirbúa sig þeir eiga náttúrulega kröfu á því að gögnin fylgi fundaboðinu þannig að frá byrjun þannig að þeir hafi nægan tíma til þess að setja sig inn í það og lesa þau áður en á fundin er komið og ekki bara til þess að geti lesið þau heldur til þess að það fari ekki tími á fundinum sjálfum og tefji þá fundarstörfin því að menn eru að lesa sig í gegnum þetta svona jafnóðum og kannski að tefja með því fundin. Þannig ég vildi nú bara vekja athygli á þessu vegna þess að það vildi hann til að maður kannski aldrei þessu vant. Ég les nú ekkert all þessi fundaboð í þaula þegar þau koma gjarnan í svona bunkum þannig að maður svona skautar yfir það. En ég tók eftir þessu og þarna vantaði fylgiskjölin og bara svona brýna fyrir öllum að reyna að passa þetta. Já, Kópur, þú varst búin að biðja orðið þetta. Annað mál, þetta skrá fræðslunefndar. Já, takk forseti. Bara undir þessu sama máli, númer 2. Ástæðan fyrir því að það voru ekki gögn fyrir undir þessu máli fyrir fundin er þau að þetta voru kynningar frá hverjum skóla. Þetta komu skólastjórar og kynntu sína stoðþjónustu og þetta var bara glærur og undirbúningur bara fyrir sem að skólastjórnir kom með og það bara var þess vegna tók til dæmis fundurinn svo langan tíma af því að okkur fannst mjög mikilvægt að við myndum kynna mjög vel stoðþjónustu hvers skóla og síðan voru bara glærurnar skildar eftir og í lok fundar þannig ég held að það sé ekkert óeðlilegt í það þó að hver og einn skólastjóri kemur bara með sína glærur og kynnir og svo voru spurningar og gott spjall á eftir og við gáum þessu bara mjög góðan tíma og þannig að mér finnst í rauninni ekkert sérstaklega óeðlilegt við það að þetta sé gert með þessum hætti og það er líka mjög mikilvægt að hver skólastjóri eða hver aðili eða fulltrúi sínu skóla fylgir þeim svolítið eftir. Það mætti líka kannski, þarna mætti eitthvað mistúlka og þannig mér finnst ekkert óeðlilegt, ég ber fulla virðingu fyrir því að hver skólastjóri komi inn, kynnist stoðþjónustu sín skóla og skilji síðan glærurnar eftir á fundunum og síðan eftir það lágu gögnin fyrir. En mér langar bara til að ræða hvað þessar kynningar voru góðar. Hvað það er verið að gera mikið í hverjum skóla og hvað við erum að leggja okkur fram við það og hver skóli að leggja sig fram við það að mæta þörfum þeirra barna sem í hverjum skóla er. Þannig að þetta var mjög ánægjulegt og það er bara greinilegt að við okkar frábæra starfsfólk í grunn- og leikskólum bæjarins er að leggja sig allt fram við það að mæta þörfum sín skóla, með það geta verið mismunandi þarfir. Ég veit til dæmis að í Krikaskóla hefur hingað til verið hærra hlutfall líkamlega fatlaðra barna og þar eru þau orðin sérfræðingar í að taka á móti slíkum börnum. Þannig að það er alls konar svona sérhæfing liggur við sé orðin í skólunum og síðan fór Ragnheiður Axelsdóttir sem er verkefnastjóri hún kynnti síðan skólaþjónustu Mosfellsbæjar þessi almenna skólaþjónusta hún er verkefnastjóri skólaþjónustu og kennsluráðgjafi við grunnskólana. Hún fór í það hver þjónustan á sviðinu er varðandi skólaþjónustuna og það er hópur sem að sinnir, það er sálfræðingar sem að sinna sitt-hvorum skóla, einn sálfræðingur sem sinnir á tilteknum skólum og þannig er hegðunarráðgjöf, sálfræðiþjónusta vegna greininga og sérhæðuráðgjöf og talmeinafræðingurinn og síðan sagt var samstarfi við Menntamálastofnun málþroska barna. Þannig að þetta var bara
svona það ferli þegar áhyggjur vakna í skólum, hvað hægt að gera, hvað aðstoð hægt að fá frá sviðinu. Þannig mér fannst þetta mjög gott að fá þessa þjónustu og ég kannski benda sérstaklega á myndbandi sem Varmárskóli sendi inn. Það var gaman fyrir ykkur að ég vona að þið séu búin að kíkja á það. Og það er náttúrulega er komin svona mikil reynsla og núna bara mikil þekking á móttöku barna, erlendra barna. Þannig að ég ætla að það var svona mín upplifun eftir þessar kynningar að við erum að leggja okkur fram eftir bestu getu og húnlega það að sinna börnum sem að þurfa á sérstakri eða sem þurfa á stoðþjónustu að halda hér í hverjum skóla í okkar sveitarfélagi. Takk. Já, orðið er laust. Seinna okkar. Við ræðum stoðþjónustuna áfram. Þetta vel. Forseti, ég hef nú skoðað þessar glærur og kynningar. Það sem mér finnst vanta, sérstaklega núna þegar við erum einmitt að ræða fjárhagsáætlun, að það vantar hvað mikið af fjármunum er að fara í hvert skóla miðað við greiningar. Það koma greiningar inn sem unnar á opinberu vettvangi jafnvel af hálfu stofnana og út frá þessum greiningum er ráðstafað fé til bæjarins gegnum jöfnunar og ýmsa aðra leið. Þetta eru börn með greiningar og þarna fer fram starf er greitt með fjármunum. Þarna er nákvæmlega eitt atriði sem hefði þurft að vera með upplýsingum hvað mikið fé er ráðstafað inn í viðkomandi skóla og greint niður, ekki nema ópersónugreinilegt auðvitað, heldur greint niður eftir því mati sem liggur þar að baki. Hvers vegna nefni ég þetta atriði? Þetta er eitt af þeim stóru máli sem að mér finnst vanta betri skilning og gagnsæi fyrir foreldra þegar barn er greint og fær þjónustu að fjármunirnir séu vel skilgreindir og kynntir foreldrum þannig að fólki sjái hvort að fjármunirnir og hvernig þeim er ráðstafað sem tekið sínu barni er ráðstafað fyrir viðkomandi barn eða börn. Þetta er mál sem að ég vil einmitt leggja áherslu á núna fyrir fjárlagagerðina á síðar umræðu eða á ég við fjárhagsáætlunina, gerð fjárhagsáætlunina bæjarins. Hér erum við að tala gríðarlega stóran þátt í rekstri skóla, hann stækkar alltaf við það. Og ekki síður mikilvægur en hver annar þáttur í skólastarfi. Þess vegna segi ég, svo að það sé hægt að greina í sundur fjárhagsliði í skólastarfi með betri hætti, það sé ekki bara ein heil summa, þá þyrfti að draga einmitt þennan hluta til hliðar og segja, þessi skóli er með þetta mikinn fjölda og þetta er einhvers konar vegi meðaltal af því sem er per barn. Og það miðast á við greiningu. Ef það eru trúnaðarmál uppi, þá ber að höndla það bara sem slíkt. En við verðum að fá að vita, og það sérstaklega foreldrarnir, viðkomandi barna, og sjá og vita hvernig fjármagni er ráðstafað eftir greiningu á sínu barni, hvort það sé að koma inn í skóla og þá með hvað hætti. Hluti er náttúrulega, þetta er náttúrulega ráðstafað að hálfu þessa skrifstofu hér sem fer með þetta svið og þá verður maður að vita hvað er að koma hingað inn og hvað fer svo inn í skóluna fyrir börnin. Þetta er einmitt punktur sem mér finnst að við þurfum eiginlega að fá núna fyrir síðar umræðu og fá þá upplýsingar það hvað er verið að útvega fjármagni úr greiningum
og þá fjármagn sem kemur út af þessum greiningum inn í viðkomandi skóla. Og það verður gott að fá formann fræðslunefndar til þess að svona segja okkur frá því hvernig þessum málum háttað og hvernig best að raða þessu upp fyrir næsta síðari umræðu sem núna 27. Þannig að ég legg þetta til, þetta ekki tillaga, forseti, en ég legg þetta til og ég mun þá væntanlega, af því að ég nefndi það hérna áðan að ég ætla að senda frá mér punkta, að þetta hluti af þeim punktu sem ég senda hérna inn til bæjarstjóra og afrita á viðkomandi aðila, að ég myndi vilja fá yfirlit yfir fyrir síðar umræðu. Já, einhverju sé vilja ræða þetta. Já, gjör svo velkomin. Já, forseti, þetta nefnilega mikilvægt atriði og við erum að ræða hérna jöfnunarsjóðinn og fötluð börn. Jöfnunarsjóðurinn greiðir til sveitarfélagsins. Ef maður tala um greiningar, þá hef ég staðið hér áður í pontu og sagt frá og útskýrt það að barn með greiningu, til dæmis eins og ADHD greiningu eða lesblindu greiningu eða hvað við eyrnamerkjum ekki fjármagn, það ekki frá jöfnunarsjóðnum hugsað fyrir börn með þessar greiningar, almennu greiningar. En barn sem með augljósa fötlun og það mikla aðstoð í skólakerfinu, það er til þessar jöfnunarsjóður til að koma til móts við þarfir þessara barna. Þetta fer síðan inn í sjóð sveitarfélagsins, en ég bara sagt að þessu stend hérna að þetta er ekki nærri nóg sem að jöfnunarsjóðurinn að greiða til sveitarfélagina. Og alls ekki hingað í Mosfellsbæ þar sem við höfum hærra hlutfall fatlara barna heldur en öðrum sveitarfélögum. Þannig í raun ættum við að fá rauninni meira og einhvers staðar ætti að fara að berjast við jöfnunarsjóði. Við þykjum allan stuðning hvað það varðar. En sveitarfélagið er að greiða miklu meira til skólana heldur en það sem að jöfnunarsjóðurinn er að veita. Þannig að ég myndi glöð vilja sjá framlag jöfnunarsjóðsins hækka til okkar sérstaklega hér í Mosfellsbæ. Við eyrnamerkjum ekki á börnin, við sinnum öllum þörfum, við útdeilum þessum potti og bætum við rúmlega það vegna þess að skólarnir okkar kalla á það. Þannig að ef að jöfnunarsjóðurinn dugar aldrei til, en þeir halda það að þetta dugi okkur, en þetta dugi okkur ekki. Þannig að sveitarfélagið er að borga töluvert meira með inn í stoðþjónustuna og með börnum sem þurfa á því að halda. Vegna þess að skóli á Íslandi er skóli fyrir alla, skóli án aðgreiningar og við getum staðið hér í allt kvöld og tala um það hvernig við sjáum draumamódel skóla án aðgreiningar. Og við erum að nálgast það hér í Mosfellsbæ svo miklu betur og ég bara fullyrði það að við erum að sinna þessum börnum sem þurfa á aðstoð að halda mjög vel og eins vel og bara eins og hugsast getur í samvinnu við kennarana eða náttúrulega kennararnir í samvinnu við fræðslusviðið og foreldrana og bara hvað þessi börn kalla á og það getur verið alls konar. Þannig að við setjum engan merkimi á börnin, við bara sinnum við sinnum bara þessum börnum, við sinnum þeim þörfum og þeim aðstæðum sem uppkoma. En ef að jöfnunarsjóðurinn myndi duga, þá værum við ánægð, en hann gerir það náttúrulega ekki. Þannig að við og sveitarfélögin að gera það, þeir að bæta í töluvert meira heldur en jöfnunarsjóðurinn telur að við þurfum á að halda. En það er bara ekki nóg og við erum að leggja miklu meira til og þannig að hvernig það deilist niður á skólana þá þurfum við að fara að skoða bara hvert er hlutfall fatlaðra barna í Krikaskóla og er niður í Varmárskóla ef við fara að reikna það hvað hver og einn nemandi kostar. Við getum það ekki. Ég get ekki séð það að það verði til einhver reikniformúla úr því. Þannig að það er bara sem ég vildi segja. En
eflaust einhverjir sem vilja bæta við þetta. Já, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, já, það þarf að reikna. Það þarf að vita það þegar verið að kynna til dæmis stoðþjónustu í skólanum. Hvað mikið af fjármagni kemur frá eftir atvikum jöfnunarsjóðnum og annars vegar vegna eða frá sveitarfélagi. Þetta er bara stór hluti orðin að rekstri þessara grunnskóla að koma til móts við börn með margvíslegar þarfir. Hvernig á svo að meta hvernig á að reikna þetta, það verður bara viðkomandi meirihluti að finna út eða starfsmenn hér. Ég er ekki með þær upplýsingar til þess að meta það núna. Mér finnst skipta máli að foreldrarnir fá að vita þetta. Það eru börnin þeirra sem er að fá þetta fjármagn inn í þessu stoðþjónustu. Og þegar við tala um gæðastaðla, þá metur fólk þetta út frá þessu og þjónustustig. Og mér finnst ekkert óeðlilegt að foreldrar fá að átta sig á því að fjármagn sé þá, ef það er á skortnu skafti frá jöfnunarsjóði, að það fái þá að sjá það til þess að einmitt að geta rekið sitt mál út í samfélaginu. Við erum núna að sjá fjárlagagerðina á þinginu og þar eru tölur og það eru hægt að fá frá jöfnunarsjóði með að viðkomandi reglugerðin og annað slíkt hvað er verið að úthluta hingað. Þannig að mér finnst ekkert að því að þetta sé það sundurliðað nákvæmlega bara inn á þessa glærur sem eru þarna þessi mál á viðkomandi skólastofnun. Nú, ef það er eins og ég nefndi, trúnaðarmál, þá bjóða foreldrunum upp á það að fá að sjá þessu gögn fyrir sitt barn. Það er það, gögnin sem liggja bak við því, hvað skilar þessi greining eftir atvikum þjónusta, annarkvort á fullu eða hlutabréfi frá bænum, hvernig hún skilar sér til barnsins inn í skólann. Þetta er bara ágætis líka aðhald bæði fyrir okkur hér og ekki síður á til þess að efla okkur í því að berjast fyrir fjármagni frá jöfnunarsjóði. Þannig að ég vil meina að þetta er svona mál sem að ég hef heyrt svo mikið þegar ég var í skólastarfinu að við gætum líka kallað fram þannig gögn að fólk átti sig á því þetta er ekki allt hérna með. Þetta er bara hjá jöfnunarsjóði, þetta er opinbera. Og þá sé ekki alltaf þessar spurningar, vafi, er barnið mitt að fá það sem það á lagalega rétt á? Og þá bara liggur það í hlutarins eðli að koma upplýsingunum til foreldrana þannig að það geti þá vantarlega metið stöðu sína og hvað hægt er að gera. Svo er annað í þessu, við erum hérna fulltrúar þessa fólks að gæta hagsmuna þeirra ekki bara inn á við, hér heldur líka út af við. Og ef við fáum þetta fólk vel upplýst og það er vel upplýst það hvernig í raun og veru fjármagnið er að berast frá jöfnunarsjóði, minna eða meira, að þá mun það bara vinna með okkur í að hjálpa og gera betur og fá meira fjármagn. Þetta er bara einfaldlega gagnsæismál og veit ekki betur en að það sé allir á því að reyna að auka gagnsæi. Og mér finnst bara eðlilegt að þetta verði unnið fyrir síðar umræðu. Já, Haraldur, þú varst komandi nú, skilja þessu vel. Já, forseti. Upplifað það sé nokkuð misskilningur hér á ferðinni. Stoðþjónustu í skólanum er ekki fjármagnið í gegnum jöfnunarsjóð. Málefni fatlaðra er fjármagnið í gegnum jöfnunarsjóð að hluta til. Það búið að segja þá. Þannig að stoðþjónustu, þeir sem þurfa stoðþjónustu að halda í skólum er ekki að fá fjármagn á jöfnunarsjóð. Þeir fá fjármagn úr bæjarsjóð. Bæjarsjóður ákveður það
og fjárhagsáætlunin hvaða fjármagn er að fara í skólan og þar með stoðþjónusta. Síðan er það þannig að jöfnunarsjóður er að jafna útgjöld sveitarfélaga með ákveðnum hætti og ákveðnum regluverki sem er mjög flókið og erfitt að útskýra og þar á meðal þessa þætti sem að lenda mismunandi á sveitarfélagum. Þannig að það er sveitarfélög að gera skýrslur til jöfnunarsjóðs það hvaða þjónustu þau inn af hendi og eftir atvikum fá eitthvað upp í það frá sjónum. En ég er ansi hræddur það að ef við ætlum að bara setja þá fjármuni sem á jöfnunarsjóðu koma til skólana í stoðþjónustuna þá væri hún afskaplega rýr í Mosfellsbæ. Já, nú er komið að því að greiða atkvæði þessa fundargerð. Fræðslunefndar frá 6. nóvember. Það var 3 mál á dagskrá og öll rætt. Þannig að þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru bæði rétt í hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Við byrjum fundarhlé. Já.
Við hefjum þann fund að nýju og tökum fyrir næstu fundagerð. Það fundagerð frá Íþrótta- og tómstundastöð Mosfellsbæjar, fundur nr. 232 frá 4. nóvember. Ég tel orðið laust. Harður Sverrisson hefur beðið orðið. Þorvaldur. Forseti, já, okkur þakka þetta máls undir máli nr. 2, reglur vegna kjörs íþróttamanns ársins. Þar var Íþrótta- og tómstundastöðnefndin að breyta þeim reglum örlítið. Þetta er mál sem að alltaf vekur athygli, svona hvernig við kjósum íþróttamann og konu ársins, eða íþróttakarl og konu ársins. Og ekki ætla ég hér að gera umtalsefni eða gera ágreining þær breytingar sem voru gerðar á reglunum, en við það stóð til að gera ákveðnar orðalagsbreytingar sem eru óheppilegar í reglunum, til að mynda sem geta valdið misskilningi, til að mynda íbúa og lögheimilisskráningu og svo framvegis. Þannig ég hef rætt aðeins við formann nefndarinnar og við höfum orðið sammála það að vísa reglunum aftur í nefndina svo var hægt að gera þessar áferðar orðalagsbreytingar á reglunum. Þetta orðalag hefur reyndar verið svona töluvert lengi en það stóð til að einmitt að laga þetta við þetta tækifæri. Og þannig að ég legg til í samráði við formann nefndarinnar að þessar reglur verið vísað aftur til nefndarinnar með þetta í huga og sem við séum að bóka sérstaklega um það. Og það verður fundur í nefndinni 25. nóvember þar sem hægt þá að gera þessar lagfæringar og hvort kæmi þá til staðfestingar og lokum þess að það mun ekkert trufla að þeim skilst kjörið á íþróttakarli eða íþróttakonu bæjarins. Þannig ég legg til forseti að þessu reglur verði vísað aftur til nefndarinnar. Já, eitthvað sem við viljum ræða það. Svo verður ekki verið að greiða það sérstaklega atkvæði það. Það er kannski rétt að bara gera það strax. Við þurfum þá að vera samþykkt því. Það sem skiljaði bæjarstjóra að vísa þessu máli, reglur vegna kjörs íþróttamanns ársins, aftur til Íþrótta- og tómstundastöðnefndar. Þessu eru samþykkt því hvernig réttum hönd. Það eru samþykkt 9 atkvæði. Og orðið laust fundagerðin öðru leyti, það var reyndar eitt mál á dagskrá. Það kveður sér engin hljós og þá greiðum við atkvæði þetta eina mál og það er allir samþykki því. Þá er það menningin og nýsköpunin, fundur í þeirri ágætu nefnd 15. nóvember síðastliðinn, fundur nr. 13, 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Annars er ég Gunnarsdóttir. Já, ég kom inn upp í þennan mál nr. 2, hlégarður samstarfan rekstur hlégarðs heitir það. Þarna er nefndin að samþykkja að ganga til viðræðna við núverandi rekstraraðila samning sem er í lengri gildistíma en 1 ár og þetta er líka talað að samþykkja að starf viðburðarstjóri verði sett á fót og síðan verið hafnað viðræði við leikfélag Mosfellsbæjar það hvort og þá hvernig væri unnt að búa leikfélagi Mosfellsbæjar framtíðarheimili í Hlégarði. Mér langar bara að minna á það að afstaða okkar var sú og hefur verið sú að það eigi fyrst að fara í þessa stóru stefnumótun það hvað við ætlum að gera í Hlégarði og síðan að ganga í að gera upp. Ákvörðun hefur verið að gera þetta svona, það er margnefndur meirihluti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem hefur ákveðið að hafa þetta vinnulagið á og það er búið að ráða arkitektur að skoða hvað þarf að gera og þá að skipta upp í einhverja hluti en það veit enginn alveg nákvæmlega hvað verður gert eða hvenær og núna á að fara að ræða við leikfélagi hvort að það getur hugsað sér að vera þarna og það er allt gott og blessa, ég vil bara halda þetta til haga, þetta er ekki leiðin sem við hefum viljað fara en auðvitað styðjum við áframhald málsins og ég vona að forseti hendi mér ekki pontu því leyfi mér að vitna í mál sem var hér rætt áðan það hvort að fólk greiddi atkvæði með eða móti að sæti hjá með fjárhagsáætlun
sko hérna er dæmi það að ákveðið er að gera hlutin öðru sem við viljum. En það þýðir það ekki við ætlum alltaf að vera á móti öll ekki taka þátt í vinnunni sem framfer varðandi hlekar. Því auðvitað viljum við halda áfram að taka þátt og koma okkar góðu skoðunum og athugasemdum á framfæri og vinna sem stað framgangi málsins og þó að við hefðum farið aðra leið, hefðum við ráðið. Og þá var kannski að segja að hluta til getur þetta átt við fjárhagsáætlun vegna þess að auðvitað er alltaf fullt af hlutum í fjárhagsáætlun sem eru bara góð mál. Og en ég ætlaði bara að vekja athygli á þessu, þarna virðist eitthvað vera að gera. Ég vona svo sannarlega að það náist þá samkomulag við leikfélagið og þetta gangi allt saman fram á góðum og málefnalegum nótum og að lokum verðum við með hlekar uppgerðan og fullan að lífi alla daga alltaf og svo var það eitthvað annað sem ég ætlaði að segja þetta. Já, svo var það varðandi viðburðarstjóra, það er talað að það veri ráðinn viðburðarstjóri svona í tilraunaskyni. Ég var svona að velta því fyrir mér, nú á ég náttúrulega að kunna fjárhagsáætlun utan að, en mér langar til að spyrja, hvaða starfshlutfall erum við, nú segi ég við, vegna þess að við ætlum að halda áfram að vinna þessu, hvaða starfshlutfall erum við að tala þar? Já, orðið er laust annað mál, Stefán Ómar og svo vandunar. Sýnist ekki til Stefán vera á undan, hvernig þú verð Stefán? Sjónamun. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, ég kem hérna upp undir þessu máli. Þessi samþykkt sem nefndin gerir þarna, samhljóða, hún er í 3 liðum. Fyrsta lagi að ræða við núverandi rekstraraðila samning með gildistíma 1 ár í viðbót. Ok, gott og vel, eitthvað þarf að gera við hlekar og halda honum svona einhvern veginn lifandi. Í öðru lagi þá er samþykkt að ráða viðburðarstjóra og það var spurt undan mér hvað er það stórt starfshlutfall og allt í lagi. Þannig að nefndin var sammála að gera þessa tillögu að ráða viðburðarstjóra og ég ger ekki athugasemd við það. Og svo kemur í 3. lagi að auki verði, með leyfi forstöðu, maður lesa þetta bara upp, að auki verði forstöðumanni bókasafns og menningarmálafalið hefja viðræður við leikfélag Mosfellsbæjar það hvort og þá hvernig væri unnt að búa leikfélagi Mosfellsbæjar framtíðar heimili hlekari. Framtíðar heimili hlekari. Þá er ég komin að tillögu sem að fulltrúi okkar flutti í nefndinni fyrir allnokkru síðan og var vísað í farveg. Ég held að það skipti nefnilega máli. Hvað ætlum við að gera til lengri tíma? Við þurfum að marka þá stefnu með einum eða öðrum hætti. En allt í lagi að ræða við leikfélagi og ég skil þetta sem svo að þetta sé einhvers konar tímabundið bráðabirgða viðræður við leikfélagið. Nú veit ég ekki alveg hvernig það er með húsnæði sem að leikfélagi hefur í dag, hvenær það er að missa það húsnæði. Ég bara hreinlega veit það ekki. En væntanlega er ekkert mjög langt í það, geti ég ímyndað mér. Og ég hef heyrt í leikfélaginu og við gerðum það þegar við undirbjökum vandaða tillögu okkar sem að nær kannski 5 eða 10 ár fram í tímann. Þannig að ég veit alveg hvað þau eru að hugsa og þau mun ekkert verið í hlekari eins og hann er núna nema þá til algjöra bráðabirgða. Þannig að þess vegna held ég að við þurfum að vinda okkur í það að skoða málið til lengri tíma. Takk fyrir þetta, forseti. Já, Valdimar Birgisson og hversu verður Valdimar? Takk fyrir. Málefni hlekars. Ég ætla að taka undir það sem hér hefur verið sagt að eins með okkur að þetta er nú ekki alveg svo
svo leið sem að við höfum viljað fara með framgang á þessu máli, við höfum viljað gera þetta hraðar, við höfum viljað vinna betur úr þessum upplýsingum sem komum fram á fundi að haldi varum hlékar. En engu að síður þá erum við hlynnt því að þetta mál fái framgang og þetta mál verði sett á koppinn og því fyrst því betra sem að meira líf færist í hlékar. Ég styð það að það veri ráðinn verkefnastjóri eða viðbragðsstjóri, svo að kalla, og það er svo sem gott að vita það hvað þetta er stórt starf og svona, en ég held þetta sé ágætt að gera það til tilraunar og þetta er gert í til dæmis í nú að það er viðbragðsstjóri, hefur verið viðbragðsstjóri einhver tíma og til þess einmitt að koma lífi í hlékar, það snýst þetta. Þetta snýst það að það verði eins og lýstarinn áðan, líf þarna helst alla daga og því meiri menning og því betra. Og það er einmitt það sem við erum hlynnt, að þetta verði menningarhús. Ég tek því þannig að þessar viðræður við Leikfélag Mosfellsbæjar séu hugsaði til allavega eitthvað lengri tíma og ég vona að það sé verið að ræða við þá bara hvað þurfið þið og þá að með hugmyndunum það að þá verður hugsanlega hægt að breyta hlékari með þarfir leikfélagsins í huga. Vegna þess að ef við fáum leikfélagin þá erum við komið með þó nokkuð mikið líf strax bara með því og ég styð það og ég sé það ekki að því að ef leikfélag fer ekki að mig og ef það er ekki að halda alla tónleika þarna þá erum við eiginlega að sitja upp með hús sem við getum illa nýtt og þurfum annað hús. Þannig að ég held að þetta sé ein leið til þess að athuga hvað við þurfum að gera til þess að leikfélagi getur farið inn og þar með erum við komið með menningarhús sem ætti að duga okkur til einhvers lengri tíma. Já, Haraldur, þú rekstrarmaður hjá, gjörðu svo vel. Já, hlékarður. Það er skemmtilega og góða umræðefni. Það spurt starfshlutfall, viðburðarstjóra. Ég bara verið að veikja að ég man það ekki. En það er auðvitað að komast að því en ég veit þetta er sem sagt gert ráð fyrir hlutastarf í verktöku sem tilraun og ég bend á það að svo tilraun er í anda þeirra stefnumótunar sem hefur verið unnin í málefnum hlékars bæði af hálfu nefndarinnar íbúa og svo kjölfarið af KPMG sem var fenginn til þess að gera valkostagreiningu á því hvernig væri hægt að reka hlékar svona til framtíðar og bæta þau skilyrði og svona stoppa þessi götin þar sem okkur hefur fundist ávanta og það snerist svona því að við erum með svona PPP fyrirkomulag, þetta væri samstarf einkaaðila og bæjarfélagsins. Það var einkaaðilar sem myndu þá reka starfsemina og veitingastarfsemina og húsið sem slíkt. Og en það væri hins vegar lagt inn í það verkefni, lagt inn í það hálfu bæjarfélagsins, þar að segja þann menningarhlutann og skipulagning á honum og það er þá með þessum viðburðarstjóra til dæmis. Þannig að ég finnst það bara ágætis hugmynda hjá nefndinni að prófa þetta í einhver tíma með þessum hætti. En ég bara man ekki upphæðina sem inn í fjárhagsáætluninni. 30 miljónir. Nei, sem er í þetta borga viðbragðsstjóra. 30 milljónir voru í að laga húsið. Og síðan varandi leikfélagið og það sem það er, leikfélagið er ekkert það er ekki búið að segja því upp húsnæðinu og það er ekkert að fer ekkert úr því húsnæði sem það er í, ekki fyrir en það er fengið annað húsnæði. Það hafa staðið byggingaframkvæmdir í kringum hús leikfélagsins og það deiliskipulag miðbæjarins gerir ráð fyrir því að þar geti komið nýtt hús, íbúða fjölbýlishús þar sem gamla áhaldahúsið þar sem leikfélagið hefur aðsetur en það stendur ekki til að hálfu meirihlutans að fara í þær framkvæmdir fyrir en það er búið þá að finna leikfélaginu annan samastað og þetta er þá leiði því að það hefur semst verið rætt hvort að það geti verið skynsamlegt að leikfélagi sé hlégarði og ég held að það sé mjög mikilvægt að fá þá hreint hvort að það er einhver möguleiki því að
nákvæmlega svo kom hér fram áðan, að þá þarf þá að haga kannski breytingum á húsinu í samræmi við það. Og það vantar svona svolítið akkeri í húsið, kannski gæti leikvili verið akkerið í húsinu. Svona sem svona svolítið svona kjölfestu fjárfestur, hvernig hljómar það? Ég veit ekki hvort að forseta bæðast þetta. Það ekki samhengið. En allavega svona aðeins sem þá væri svona svolítið pappin og mamman í húsinu, sko. Kannski hljómar betur, ég veit það ekki. En kannski þetta bara ekkert raunir, kannski veit bara leikfélagið að sig að gera þetta og þá þurfum við bara að finna einhverjar aðrar möguleik. Ég veit að aðilar leikfélag hafa ekkert endilega verið því sammála að hlekarðu hendi þeim, en það getur vel verið að sé hægt hugsanlega að gera hlekarð að húsnæði sem hendi leikfélaginu, en kannski bara ekki og það þarf svona að fara yfir það. En mér finnst nú reyndar að því að koma hérna fram að það ekki gengið nógu hratt, mér finnst nú reyndar að þetta hafi gengið ágætlega hratt alls saman. Það er búið að fara hér mjög mikla stefnumótun og mikla skoðanir á þessu ágæta húsi og þeirri starfsemi sem þar getur farið fram. Ég held að við komum bara ágætlega á veg með það að við erum að fara að hrinda í framkvæmd svona einhvers konar rekstrarfyrirkomulagi sem að svona kom út úr þessari stefnumótunarvinnu. Prófa það. Það eru arkitektar að störfum að svona skoða hugsanlega breytingar á innra fyrirkomulagi hússins með það fyrir augum að það geti nýst betur fyrir fjölbreyttari menningarstarfsemi. Við viljum líka halda í svona gamlar hefðir í húsinu, örugglega, og hluta því að ræða við leikfélagið er partur af því, sko. Þannig að mér finnst þetta nú bara að vera á ágætis siglingu. En auðvitað vil maður alltaf svona sjá hlutina ganga hraðar, en við þurfum líka að vanda okkur í þessu og gera þetta vel. Já, mér langar að kannski til málsmennar sem það á nefndarskrá. Og það er náttúrulega hlégarður, samstarf rekstur hlégarðs heitir málið og ég get nú tekið undir það allt sem hér hefur verið sagt. Þarna á þessum fundi sem við erum að ræða núna í menningar- og nýsköpunarnefnd voru teknar frá mjög stórar ákvarðanir, en það er náttúrulega verið ekki til úr engu, við þekkjum ferlið. Þetta var töluvert rætt fyrir síðustu kosningar og kom fram í stefnumótum menningarmál og síðan í málefnasamningi meirihlutans. Það var ákveðið að fara í þessa greiningu sem hér var nefnt áðan, og mikið af viðtölum og fleira. Þar voru valkostirnir þeim stilt upp. Niðurstaðan var að velja það sem ég kalla blandaða leið og hún er eiginlega birtast hér í þessari niðurstöðu nefndarinnar. Það er að segja annars vegar að fara í viðræður áframhaldandi rekstur núverandi rekstraraðila á húsinu, en þó ekki með alveg sömu formerkjum og verið hefur undanfarin ár, heldur það komið þarna meiri aðkoma bæjarins. Það er beinlínis starfsmaður bæjarins sem í verktöku tekur að því að vera það sem heitir viðburðarstjóri. Það er alveg nýtt starf hérna. Það er einmitt til þess að opna leið fyrir fólk, félög eða fólk sem vill koma inn í hlégarð. Þetta á eftir að móta þetta betur, þetta starf og hvernig það virkar. En ég held að þetta geti verið einmitt þessi blandaða leið sem mun uppfylla okkar óskir að hlégarði verði svona menningarhús fyrir allra, meiri lífi við og meira notað. Og svo var það eitt í viðbót, eða tvennt í viðbót, það sem kom á fundinu, það var með leikfélagið. Það hefur verið rætt við leikfélagið mitt og nú á samþykkt nefndarinnar að ræða betur við leikfélagið hvort að það sé að finna flöt af því að það muni færa starfsemi sem það nýtir. Síðan var það eitt sem hér ekki nefnt og það kemur auðvitað líka út úr þessari viðamiklu greiningu frá KPMG. Það er þetta með breytingarnar. Það var nefnt hérna áðan að það búið að fara fram skoðun á hálfu arkitekta, viðamikil skoðun, það er í gamla tekníkar og skoða hvernig er þetta að nýta húsið betur. Og það eru komnar tillögur það, einhverjar eða svona spekulasjónir. Ég veit að það veri gerst að færa barinn nær eldhúsinu, þannig að það verði hægt að nota 2 sal í einu. Eitt sem er búið að skoða alvarlega og það er það að opna upp á loftið
nýja leið upp á lofti. Það er mikið ónýttu húsnæði þar sem að bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar voru í hér í eina tíð. Það er þá gerður stigi þar upp og nýta þau rými sem eru þar. Svo er þessi eilífa umræða leiksviðið og fleira, þannig að það hefur allt verið skoðað af þessu arkitektastofu. Síðan á eftir að náttúrulega taka ákvörðun hvað á að gera og hversu hratt, en það voru á þessari fjárhagsáætlun sem við höfum að ræða og eigum að taka síðar umræðu þar er gert ráð fyrir 30 milljónum á næsta ári og reyndar þar næsta líka samkvæmt áætluninni. Mér finnst þetta tók þetta sín tíma en þetta er eitthvað svona sem verið að byggja upp til framtíðar til ég vera. Þá var ég lokið máli mín en orðið er ennþá laust flékkar eða eitthvað og það er Kolbrún sem beðið mér upp, Jóns Kolbrún. Takk fórseti, bara örstutt varðandi málefni flékkars og ég bara koma hérna búið að lýsa ánægju minni og fagna þessu að þessu máli miði þetta vel áfram og við förum að sjá vonandi flékkar fullan af lífi og menningin í Mosfellsbæ fá að blómstra þar. Því að ég held að já, ég vil bara segja það hérna að við þetta er kannski sá málaflokkur sem að við getum núna leyft okkur að fara að sinna betur ef maður orða svo. Við erum að leggja til fjármagn í íþróttirnar og við erum að byggja hér hallir og gera alls konar fína hluti og ég segi bara núna að það er ekki minni forvörn í menningunni og ég ætla bara að segja það hér sem bæjarfulltrúi að við þurfum bara að girða í brók og sinna þessum málaflokki miklu betur. Og mér finnst bara mjög ánægjulegt hér 9 árum síðar þegar ég stend hér í pontu ennþá að við séum komin á þann stað loksins að geta farið að sinna þessum málaflokki, sinna menningunni, það hefur einhvern veginn allt annað gengið fyrir og ég tala ekki hér á þegar að kreppt að. Þannig að ég er bara mjög ánægð og ég hef bara mikinn áhuga, þetta er áhugaverð nefnd, þetta er mikilvæg nefnd og ég vil bara lýsa ánægju minni og mér finnst þetta bara, við þurfum að efla hér styrkja stóðir hérna til tónlistarlífið, hér eru fullt af börnum í tónlistarnámi, við eigum marga snillingar sem eru orðnir frægir víða heim og þrátt fyrir það við höfum kannski ekki verið að fókusera bara með fjármagnu okkar kannski svo mikið, við erum að bæta í hlutfall tónlistarkennara og mér finnst þetta bara mjög ánægjulegt, þetta er gott, þetta er mikilvægt, það er í góðum bæ, þar blómstrar menningin, ekki bara íþróttirnar. Þannig að mér finnst þetta svo gríðarlega ánægjulegt, þetta er svo gott og ég er svo glöð og ég vona að við sjáum bara, við þurfum að henda út þessi Chesterfield hlégarði, það er alltaf mín skoðun og bara efla og opna opna svolítið hlégar, gera hann fallegan og við getum staðið allt kvöld hvernig við viljum sjá hann líta út að innan. En málsvari menningarinnar, það eru við verðum að standa vörð um menninguna og tala um hana og tala hann upp og bara gera betur og það er bara gríðarlega, menn þetta er ekki lögbundin þjónusta frekar en íþróttirnar en við verðum bara að gera betur þarna og ég er bara mjög glöð að við erum að gera það loksins. En þá stendur Hlégarður, hann er búinn að standa hérna lengi, hann er búinn að standa hérna síðan 1960 og eitthvað, 50 og eitthvað, 51, já. Og nú þurfum við bara að koma honum aftur í horfið, nýtt fólk, nýjir tímar, ný menning, meiri menning. Þannig ég er bara mjög ánægð með þetta og ég segi bara í okkar stækkandi bæ, þar sem menningarlífið á að blómstra við aðra menningu, þá bara er ég ákaflega glöð með hvað hefur vel tekist til með að ná, við erum bara komin á þannig stað með Hlégarð og bara vonandi að þá dettum við aldrei af baki eftir hvað varðar að það að hugsa um þetta hús. Takk fyrir. Orðið laust. Stefán Ómar, þessu vel. Já, forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég kem undir þessu sama máli umræðinu Hlégarð og bara tek undir það sem kom fram hjá síðasta ræðumanni að við þurfum að taka okkur tak og gera átak, þurfum að horfa til framtíðar. Það kom líka fram ágæti forseti í þínu máli að það verið konar teikningar frá arkitektum og svo framvegis.
Ég hef ekkert séð þær og það verður bara fínt að fá þær sendar, þannig að greinilega búið að ræða það einhvers staðar annars staðar en við þetta borð. Þannig að það verður bara athyglisvert að fá að sjá þær, því að ég held að það skipti máli. Að maður getur svolítið gert sig grein fyrir hvað er verið að rýna á þarna núna í þessari lausn sem að stendur yfir þarna. Ég hef reyndar ekki séð það heldur sko. Það kemur þetta fram í minnisblaðinu. Ó, ok. En það eru allavega einhver staðir þá til og það verður gott að við getum fengið bara að afrita þeim inn á gáttina hjá okkur, þannig að við getum svona skoða þessar hugmyndir sem voru nefndar hérna áðan einhvers konar aðstöðu fyrir leikfélagið. En það kemur líka fram í minnisblaðinu að það sé verið að tala sko tímabundin afnot fyrir leikfélagið, einhverjar vikur fyrir sýningarlotu og svo eitthvað eftir og svo framvegis og það líti ég á sem bráðabirgða. Ég held að við þurfum að gera þessa aðstöðu fyrir leikfélag og fyrir hérna söngmenninguna í bænum. Við þurfum að gera eitthvað átak og kannski auðvitað tekur það tíma og þetta kemur til að kosta eitthvað. Ég held að aðalatriðið sé stefnumótunin að við finnum út úr henni. Takk fyrir. Orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs þetta mál, umræðinu lokið það. Það var eitt annað mál á dagskránni. Það er að segja mál nr. 1, einhver sem vil ræða það. Og svo er ekki þá gangur til atkvæða þessa fundargerð og þeir sem að samþykkja hana eru með rétt upp hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Það var skipulagið, venju mörg mál, 17 mál með afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Ég gef orðið laust. Fundurinn er nr. 501 og hann var haldinn 8. nóvember síðastliðinn. Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Ég kem upp undir mál nr. 2, Helgafellshverfi, 4. áfangi, breytingu deiliskipulags. Mér langaði að fá upplýsingar gang þessa máls. Hér inni eins og sjá má eru fjölmargar athugasemdir við deiliskipulagið eins og lítur út núna. Það má skipta þessum athugasemdum niður í einhverja flokka. Flestar þeirra eru varðandi blokk sem er aftur komin inn á deiliskipulagið eftir að hafa farið þar út og mér var ekkert kynnt deiliskipulagið sem var engin blokk og nú er komin blokk aftur. Það er kannski ágætt að fá útskýringu á því líka. Það er það sæti að deiliskipulag sem var komið og var auglýst fyrir misskilning var ekki rétta deiliskipulagið og aftur komið blokk. 50 ára pluss blokk. Aðalathugasemdirnar eru varðandi það að þessi blokk skyggi á útsýni frá íbúðum í Helgafelli og að ef hún verður að veruleika þá sér maður fram á það að það getur hugsanlega verið fólk sem færi fram á einhverju skaðabótum hvort sem það er réttlætanlegt eða ekki. Annað er að það er líka gerðar athugasemdir við það að við uppbyggingu á hverfinu er fyrirsjáanlegt að það þurfi að miklir þungaflutningar að fara í gegn þar, í gegnum hverfi sem er ekki eiginlega gert hannað fyrir slíka flutninga, gegnum auga, gegnum nánast götur sem er við skóla og bílar lagðir við. Þessi þungaflutningar þyrfti að fara bara nánast við hliðina á skólalóðinni og það þarf að gera einhverja ástæðan til þess. Og í þriðja lagi er þessar ákvörðunir sem áður að koma fram vegi frá Helgafellshverfinu og náttúrulega núna kemur aukin þungi umferðar á þessa götu sem ég var að nefna. Ég vil kannski, það segir hérna að skipulagsnefnd sem sagt hérna feli skipulagsfulltrúa að flokka og greina innkomnar athugasemdir og leggja fram á fund nefndarinnar og svo líka að funda með fulltrúum skipulagsnefnd byggingafélaginu Bakka og skipulagshöfundum varðandi hugsanlega endurskoðun á deiliskipulagstillögunni. Þannig að geti kannski upplýst það
hvernig þessum starfi vindur fram. Já, við ræðum annað mál og Ásgeir Sveinsson hefur beðið orð. Hversu vel Ásgeir? Helgafellshverfi 4. áfangi, breyting á deiliskipulagi er tillitið. Já, ég kem hér upp undir því ágætarmáli, forseti og bæjarfulltrúar. Það er spurt hvernig þessu máli líði, eins og kemur fram í bókun sem kom réttilega fram hjá Valdimar bæjarfulltrúa Viðreisnar, að þá bókaði nefndin það að þessum athugasemdum skyldu flokkaðar og farið að vinna í þeim. Ég jafnframt við óskaði nefndin eftir að það hefði fundað með byggingafélaginu Bakka og skipulagshöfundi. Það er skemmst frá því að segja að það var fundur í skipulagsnefnd síðastliðinn föstudag og við áttum fund síðan með byggingafélaginu Bakka í gær sem að snerist þá fyrst og fremst þessar athugasemdir sem að koma fram. Þar sem að við lýstum því yfir að við vildum skoða þann möguleika að það yrði tekið tillit til þessa athugasemda sem að lutu fyrst og fremst að þessari blokk sem að voru verið að gera athugasemdir við af íbúðum í nærliggjandi húsum. Þessi blokk hefur alltaf verið inn á skipulaginu. Það er ekki rétt að hún hafi farið út og komið inn aftur, þannig að hún hefur verið inn á þessu skipulagi, en það er rétt að hún var komin á annan stað í hverfið. Þannig að það er einfaldlega sú vinna í gangi núna að skoða hvað sé hægt að gera til þess að bregðast við þessum athugasemdum. Og það er þá meiningin að skipulagshöfundar og þá landeigendur sem er byggingafélagið Bakki komið með tillögur sem eru lagðar fyrir næsta skipulagsfund, ef það er næsta eða þá bara það næsta, sem að verður eftir 10 daga og þá verður það málið skoðað áfram með tilliti til þeirra. Varðandi aðrar athugasemdir sem að komið fram þarna, varðandi þá einmitt umferðarmál og annað slíkt, að þá auðvitað verður það skoða líka, en þau mál náttúrulega heyra kannski ekki beint undir deiliskipulag 4. áfanga. Það var þarna í gildandi deiliskipulagi eru sem sagt 22.000 fermetra byggingar sem að voru áformaðar í gildandi deiliskipulagi. Þannig að það er ekki þannig að þessi áfangi 4, hann sé að detta núna inn á skipulag, hann er búinn að vera þarna. Það er einfaldlega verið að breyta honum örlítið og jafnvel þá verið að minnka byggingamagn, þó verið sé að vera lítilega verið að auka íbúðafjölda eða 168 í 188. Þannig að það verið tekið tillit til umferðar, þunga og annars líkt, og það má þess líka geta að varðandi skólamál og annað að þetta verður tekið til skoðunar og reynt að hafa til dæmis eins og umferð og annað slíkt. Það er þegar komið fram í viðtölum við okkur við byggingafélagið Bakka að umferðið þá takmörku til dæmis meðan að börn verða að fara í skóla milli 8 og 9 eitthvað svoleiðis og líka þá seinni part, þannig að það verður að gera allt til þess að minnka umferðarflæðið þarna eins og hægt er. Og vonandi svar í spurningunni. Orðið laust annað mál. Stefán Ómar, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, ég kem upp undir þessu máli og svo sem formaður skipulagsnefndar fór ágætlega yfir það hvernig nefndin tók á þessu og svo fundum við í gær eins og kom fram með væntanlegum verktökum þarna á svæðinu til þess að fara yfir og kanna hvort það væri einhverja leiðir í að mæta þessum athugasemdum sem eru framkomnar. Og þær sneru kannski í aðalatriðum að þessari 4 hæða blokk sem var komin þarna inn á. En við skulum sjá hvernig því líður. En það er alveg rétt að það beinlínis heyrir ekki undir deiliskipulagstillöguna umferðarmálin þarna en þau brenna klárlega á fólki og það hefur áhyggjur af vaxandi umferð í hverfinu bara yfir höfuð sem að náttúrulega leiðir bara þeirri fjölgun sem hefur orðið síðustu ár á íbúðamagninu og fólk auðvitað horfir á þetta, horfir á frekar þrönga götur, horfir á nýjan skóla sem er kominn þarna og er að fyllast af börnum sem fara þarna allar götur. Þannig að auðvitað það er eðlilegar áhyggjur af þessu þó þetta beinlínis sé ekki hluti af deiliskipulaginu.
Þannig er það bara og það þarf auðvitað að reyna að rýna á það og ég hef nú, þegar ég var ábyggilega heyrt það áður, ég hef haft af þessu áhyggjur og hef það ennþá og hefði kosið að þetta væri búið að leysa þessa aðkomu með Austurveginum út úr hverfinu með einhverjum hætti og saknaði svolítið að það sé ekki umræða hann eða hvernig hann komi til skjalana og svo framvegis. Orðið laust. Annað mál. Nú, það hversu engin frekar hljóðs þar, þá er umræðan lokið við það mál. En það voru mörg annað mál þarna á dagskrá. Ég gef orðið laust eitthvert af þeim. Forseti, ég má bara hérna úr sæti mínu varðandi sem sagt mál 7.4, samkomulag deiliskipulag við Hamaraborg. Sem sagt óska eftir því að fara fram atkvæðagreiðsla það sérstök. Já. Orðið laust bara. Nú, það hversu engin hljóðs. Þá er umræðum lokið þessa fundargerð en það óskað eftir því að greiða sérstaklega atkvæði fjórðamál. Og þeir sem að staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar Mosfellsbæjar í þessu eina máli, það heitir samkomulag deiliskipulag við Hamraborg. Þeir sem staðfesta niðurstöðu nefndarinnar eru bænir rétt upp hönd. Þeir sem á móti, það eru samþykkt með 5 atkvæðum og 4 sitja hjá. En þá munum við greiða atkvæði fundargerðina öll hinn málin, öðru leyti. Og þeir sem staðfesta fundargerðina, mínus fjórðamál, rétt upp hand, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta var síðasta fundargerðin sem var hér til atkvæða. Nú er komið að liðnum almenn erindi, kosning í nefndir og ráð, sem er samþykkt hér í upphafi fundarins. Og það er að beiðni M-listans. Ég les það bara hér úr sæti mínum. Það er sem sagt í stað, þetta snertir sem sagt varamann í fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Í stað Valborgar Önnu Ólafsdóttur er lagt til að verði Kolbeinn Helgi Kristjánsson. Þetta á við sem sagt varamanninn. Og ef enginn gerir athugasemd við það, þá lít ég nú á að það sé bara niðurstaðan. Hér á við bjóðum nýjan varamann, Kolbeinn Inga Kristjánsson, velkominn til starfa í þessari nefnd. Þá er komið að síðasta liðnum, ágætu bæjarfulltrúar. Það er sem sagt fundargerð til kynningar. Þær eru 6 að þessu sinni. Við förum fyrst í afgreiðslufund byggingarfulltrúa, það eru 2 fundir. Það er fyrst fundin frá 29. október, fundur nr. 381. Gef orðið laust á fundargerð. Þessu engin hljóðs og svo fundargerð lögð fram. Það var 1 mál á dagskrá, svo var afturhaldinn fundur á byggingarfulltrúa. Það voru 3 mál á dagskrá, sá fundur var nr. 382 og hann var haldinn 1. nóvember síðastliðinn. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá förum við í fundargerð hjá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, það fundur nr. 48. Haldinn 29. október síðastliðinn. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá förum við í Samband Íslenskra Sveitarfélaga, fundi hjá Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Það var fundur númer 875, hvorki meira né minna. Þessi fundur var haldinn 25. október. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Kveður sér engin hljóðs hana og þá var hún lögð fram. Þá er fundargerð frá stjórn Sorpu, fundur nr. 415.
Stjórn Sorpu hélt fund 1. nóvember síðastliðinn. Ég hef ekki orðið laust hana. Með þessu engin hljóðs og þá sú fundargerð lögð fram, þá aðeins ein fundargerð eftir. Það samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem gengur undir nafni SSH. Fundur með 478 og 24. nóvember. Og Stefán Ómar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að grípa niður í fundargerð SSH. Það er að segja mál nr. 13 sem heitir tillaga frá bæjarstjórn Kópavogs. Ég er að fá að lesa hana, forseti. Fyrir liggur bókun frá bæjarstjórn Kópavogs þar sem bæjarstjórn var falið að leggja til við stjórn SSH að skipulögð ráðstefna sameiginlegt flokkunarkerfi fyrir sorp á höfuðborgarsvæðinu þar sem boðið verður til þátttöku bæjarfulltrúum, borgarfulltrúum og sérfræðingum í málaflokknum. Og stjórn SSH afgreiddi þetta þannig, tekur vel í erindi og felur bæjarstjórn Kópavogsbæjar og framkvæmdastjóri SSH að undirbúa ráðstefnuna og kom með tillögu að fyrirkomulagi, kostnaður við ráðstefnuna verið skipt hlutfallslega milli sveitarfélaganna. Ég vil bara segja, ég fagna þessu sérstaklega. Ég hef oft hugsað til þess hvað það er einkennilegt að við höfum ekki í öllu þessu ágæta og mikla samstarfi hugað að þessu, að við komum á sameiginlegu flokkunarkerfi. Þannig að þarna er greinilega startið og bara ég er mjög ánægður með þetta. Það var þetta Sverrisson að beðum orðið 13. mál sem hefur titilinn tillaga frá bæjarstjórn Mosfellsbæjar, Kópavogs afsakið. Gjörðu svo vel. Já, takk, forseti. Ég tek undir það. Það er fínt að fjalla þetta sameiginlega. En sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa mótað stefnu og Sorpa hefur mótað stefnu þetta. Það veit bara svo til að það eru 2 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem fari gert þeirri stefnu. Það er Reykjavík og Kópavogur. Og þannig að mér finnst það bara mjög ánægjulegt sérstaklega að komi tillaga frá Kópavogi að ræða þetta. En sú stefna hefur verið mótuð af hálfu Sorpu og hálfu þá sveitarfélagana. Og við í Mosfellsbæjar erum bara að nota það flokkunarkerfi. Það er reyndar gert ráð fyrir það geti síðan útvíkkast. Það þarf að endurbæta það eða flokka meira. En það er ekki það sem Kópavogur og Reykjavíkar að gera. En allt miðar þetta að því að sá infrastruktúr, þeir innviðir sem við erum að byggja upp í úrgangsmálum okkar hér á höfuðborgarsvæðinu, að flokkunin gangi upp á þeim grundvögg. Það er að segja að við erum að byggja gas- og jarðgerastöð og við erum með framtíðarsýn í okkar eigendasamkomulagi nýjan urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. Við erum líka með þá sýn að vilja eignast að koma okkur upp brennslustöð til þess að geta verið algjörlega sjálfbæri þessu. Og flokkunin sem slík, flokkunarkerfið sem Sorpa kom sér saman og öll sveitarfélögin nema Kópavogur og Reykjavík hvað eftir, það tekur mið af þessu. Þannig að ég fagnaði sérstaklega að þessi Kópavogur sem að stingur upp á þessu, sem að fór út úr stefnumörkuninni sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu minnst sömkur komið sér saman. Já, Kolbrún, þú varst búinn að beðum orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Mér rakaði mitt í rofistans þegar ég sá þetta málefni á dagskrá. Af því að ég hélt einmitt að þetta væri nú málefni Sorpu að fara yfir þetta og komast að þessari sameiginlegu niðurstöðu. Einmitt eins og bæjarstjóri segir, það hefur verið Kópavogur og Reykjavík sem hefur verið erfitt að eiga við. Öll hin sveitarfélögin algjörlega tilbúin og ég sendi nú línu á formann stjórnar Sorpu sem er einmitt úr Kópavogi og spurði bara fyrir forvitni sakir bara hvað er þetta? Og þannig að bara sammála því ef við komumst að einhverju sameiginlegu niðurstöðu en vissulega er þetta eins og bæjarstjóri segir, þetta er málefni innan Sorpu, innan byggðasamlagsins og bara fínt endilega höldu nógu marga fundi, nógu margar ráðstefnur og sjáum hver niðurstaðan verður en ég meina nýtum byggðasamlegin líka. Þarna eru fulltrúar allra sveitarfélaga og ég veit ekki hver vandinn er en það virðist að vera einhver vandi þessara 2 sveitarfélaga að komast að einhverju niðurstöðu og ég veit ekki hvaða kenndir eru þar á bakvið. Ég er búin að sitja þarna í stjórn Sorpu, öll sveitarfélögin algjörlega tilbúin, erum að byggja þessa rándýru gas- og jarðgerastöð, erum að komast að einhverjum
samkomulagi að fólk þurfi ekki að hoppa hérna yfir sveitarfélagslínuna til að vita hvar plastið á að fara. Hvort sem fólki líkar það betra vel að setja plastið í gráu tunnuna með lífrænúrganginum eða í pappírstunnuna með pappírnum. Niðurstaðan okkar var svo að það var erfitt að setja plastið með pappír því sú tunna var alltaf full. Ef að Kópavogsbúar geta samfært okkur eitthvað annað, þá bara vonandi, þá er það bara ákveðin niðurstaða sem við förum þá vantilega með inn í stjórn Sorpu. En ég verð að segja það, ég var mjög hissa á þessu, talaði því formanninn og en við sjáum hvað verður. Já, Stefán Ómar, gerðu það. Forseti, getur bara fullur og bara örstutt. Já, mér svo sem alveg sama hvaðan gott kemur, en ég hnaut þetta og þess vegna bara fagnaði ég þessu vegna þess að auðvitað og þetta meira og minna sama fólki sem situr hérna við borðið og það SSH sem byggðarsamlögunum sameiningapunkturinn þar fyrir byggðarsamlögin og þannig að bara sjáum hvað setur og kannski þetta bara merkjum að menn séu þá tilbúnir, þessi tveir sem hafa skorið sig sannarlega úr, kannski þetta bara merkjum að þeir séu tilbúnir að koma inn í eða þá þeir alltaf snúa okkur algjörlega í hring og gera eitthvað og fá okkur til að gera eins og þeir gera, ég veit það ekki, en sjáum til að tala saman nummer 1. Ég langar þess að leggja orðið í belg þetta mál og ég bara sammála því sem hér hefur verið sagt. Þetta ákveðna sögur, maður frá síðasta kjörnefndri, þá bara náðist ekki samstaða hjá öllum þessu sveitarfélögum sem eru þó með þessi samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég segi það sagt að gámafélögum voru með líka mismunandi útfærslu með hólf og allt annað, þannig að þetta var bara fara svona sitt ykkur áttina og svolítið ennþá, þannig að ég bara þykir mjög gott að nú á til ráðstefnu og það hlýtur að vera viljið þarna bak við það, þannig að það væri mjög gott ef þetta væri samræmt hér á höfuðborgarsvæðinu. Jafnvel þó að væri stærra svæði, því að það svo rosalega mikið, fólk áttar sig ekki alveg fyrir nýtt bæjarfélag þarna einhvern öðruvísi tunna og veit ekki alltaf hvernig á að meðhandla það. Það er samræmingar við að mínu viti og vonandi þetta góðsviti. Orðið laust þetta mál ennþá og önnur mál náttúrulega þessari síðustu fundargerð. Þetta sem sagt fundargerð frá SSH 4. nóvember. Það kveður sig engin ljós, þá var þessi fundargerð lögð fram. Þetta var síðasta fundargerðin sem við ræðum hér í kvöld og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið.